Já, komið sæl og velkomin hér í Syni Egils. Það verður margt góður að gesta hjá okkur í dag. Hér í seinni hlutunum koma til okkar Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi og það ætla aðeins að reyna uppfræða okkur hvað að gerast í Bandaríkjunum, en það mikið sem að gerast þar. En við byrjum á vettvangi dagsins. Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður, Svandís Svavarsdóttir formaður Vinstri grænna og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Verið velkomin. Takk. Sko, þegar að ríkisstjórn birtir fjárlagafrumvarpið sitt, þá það pólitískt plagg á hverju ári. Og hvaða pólitík, Guðlaugur Þór, lest út úr þessu? Pólitíkin svolítið vandragangur. Það hefur aldrei verið, ég hef aldrei séð kynningu á fjárlagafrumvarpi eins og núna og hef nú aðeins komið að þessu en maður þarf að hafa þessi alla við að reyna að finna út úr því hvað þarna Stuttamáli að það hefur verið auka útgjöld mikið, það hefur verið að hækka skatta, mann ætla ekki að lækka skuldir, það svona stóra málið. En það svolítið sérstök stjórnmál núna, fjármálaráðherra kom bara og sagði við erum ekkert að hækka skatta og maður bara, blaðsíðu 121 þetta tilgreint, 28 milljarðar. Það líka algjörlega óútfærðir hlutir eins og bara til dæmis að hækka vörugjöld á bifreiðum 7,5 milljarð, 7,6 milljarðar sem ekki lítil fjárhæð, mun koma við öll heimili. Það hefur ekki verið sýnt á þau spil, menn ekki að taka svona forgangsröðun og taka á ríkisrekstrinum, það er ekki þarna, þetta svona meira umbúðir en hættan þessi að þetta byggir á bjartsýnum forsendum og vonandi verður það. En þeir taka við mjög góðu búi þvert á það sem menn halda fram og menn tala allt eins og hér bara verið halli bara út af ekki neinu, hér var COVID, kostaði svona 300-500 milljarða. Þú varst með sömuleiðis voru jarðhræringar í Grindavík, svo voru 80 milljarðar. Það að lækka mjög mikið framlögin til útlendingamála. En menn ekki nota fyrir. Náðu þið 5? Nei, já, ég meina það er margt gott í þessu eins og í öllu. 5 þá nærðu, eða ekki? Jú. 4 og 4,5. Allt það frimmir bara bruður. Hvað segir gamli skólasögn og því sem? Já, það var nú bara tónlistaskólinn, sko. Við getum tekið þetta undir öðru málu hérna í þessum þætti. Sko, ég sé náttúrulega, maður sér það mjög greinilega að það vantar algjörlega vinstra aðhald í þinginu og þarna verið að ganga mjög langt í því að ganga á rétt og kjör almennings. Ég meina það verið að ganga á atvinnuleysisbæturnar eða bóta tímann og spara þar með 6 milljarða. Þetta heitir allt hagræðing. Barnabætur, húsnæðisbætur halda ekki verðgildi sínu. Framlag til jöfnunar og örorkubyrði líka eitt þáttur þarna inni. Svo fannst mér nú bara stórmerkilegt, það var frétt bara held í fyrradag það að þetta hækka sjúklingagjöld 450 milljónir en það var enginn sem spurði það hvaða pólitískar greiningar lægi þar að baki og hverjir eru það sem að þola helst það að þurfa að bæta við ofan á það að glíma við sjúkdóma að bæta 450 milljónum úr eigin vasa. Þetta verið að gera og þetta er ekki í anda jöfnuðar eða svona samfélagsjöfnuðar og í raun og veru, sko, það hefur verið mikilvægt fyrir íslenskt velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi að miða alltaf við það að reyna að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Ég meina, við erum búin að vera að gera það árum og áratugum saman að freista þess að vera með svona félagsleg sjónarmið til grundvallar þegar við erum að reka þessi kerfi. En núna virðist vera komið einhver svona sjálfstýring sem að nýtur þess að búa við algjört gagnrýnisleysi frá vinstri inn í þinginu. Vissulega eru sterkar raddir fyrir utan þingið og við þurfum sannarlega á þeim að halda hvort sem að það verkalýðshreyfingin eða aðrir. En þetta er sko langt frá því að vera í anda félagshyggju eða jafnaðarmennsku. Hér enginn til að svara fyrir ríkisstjórnina en Sólveig Anna, það ýmislegt sem að ykkur varðar eða þitt fólk. Það breytingar á lífeyriskerfi í erfiðustu lífeyrissjóðunum og svo eins og Svandís sagði, það með atvinnuleysisbætur
Já, sko það sem að við í Eflingu höfum svona mestar áhyggjur af og gagnrýnum harðast, það auðvitað þetta sem að Svandís var að nefna varðandi húsaleigubætur og barnabætur, að þær skulu ekki verðbættar og þær skulu eigi að rýrna, og það auðvitað bara frálegt vegna þess að tilgangurinn með því að hafa það kerfi í lagi auðvitað velferðarkerfis tilgangur og það gengur ekki í landi þar sem að dregur úr fæðingartíðni, þar sem að húsnæðiskostnaður gríðarlega hár, þar sem að bara fyrir vissa hópa ungs fólks eru miklu efnahagslegir örðugleikar til staðar, að þetta sé áhersla stjórnvalda, það auðvitað bara fráleitt og svo höfum við mjög miklar áhyggjur af þessu varðar jöfnunarframlagið og ef af þessu verður, sem að ég bara ætla ekki að trúa fyrir ég sé það, þá það stórkostleg aðför að réttindum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta snýst það að ríkið greiðir svokallað jöfnunarframlag til þess að örorkubyrðin sé jöfnuð á milli sjóðanna. Það auðvitað fyrir alla sem að vita eitthvað íslenskan vinnumarkað viss hópur fólks sem á í mestri hættu með það að verða fyrir örorku, það verka á láglaunafólk, fólk sem að vinna líkamlega og eða andlega erfið störf, þannig að það þá sjóðir verka á láglaunafólk sem að bera þyngstu örorkubyrðina eins og til dæmis Gildi sem sjóður Eflingar fólks. Og ef að þetta verður gert, þá þurfa þessir sjóðir að grípa til ráðstafana sem að meðal annars mun þá felast í því að þurfa að rýra lífeyrisréttindi fólksins sem búið að stríta hér, oft á tíðum frá blautu barnsbeini við að knýja hér áfram hagvöxtinn og halda uppi umönnunarkerfunum. En aftur, ég ætla í alvöru að trúa því að þetta verði ekki gert vegna þess að þetta svo fráleit aðför og þetta mun valda svo ofsalega miklu uppnámi og svo mikil ólgu hjá vinnandi fólki. Það mun gera það verkum að Efling og SGS-félögin þurfa að fara í mjög harða andspyrnu gagnvart stjórnvöldum og þá auðvitað alþjóðasambandið með okkur. En svo auðvitað búum við á þannig tímum að það sannarlega getur allt gerst og það mjög erfitt að spá fyrir það hvernig þetta fer, en þetta svona stóru atriðin út frá okkar sjónarmið, en svo sama tíma það líka gerast að í fyrsta skipti til dæmis Efling í ágætis samtali við ráðherra. Það hefur aldrei gerst áður. Þegar að fyrrverandi ríkisstjórn var við völd, þar sem þetta ágæta fólk sem hér situr gegndi ráðherraembættum, þá heyrðist aldrei neitt frá stjórnvöldum. Við vorum algjörlega ignoreruð og okkur var aldrei boðið að koma og hitta einn og okkar reynsla var svo að ef við vorum að hafa hátt og vorum að reyna að benda á afstöðu okkar í ýmsum málum, þá var hún iðulega hunsuð. Þannig að núna erum við til dæmis búin að eiga í góðu samtali við fjármálaráðherra varðandi útboðsmál þegar það kemur að ræstingum og við erum á þessum tímapunkti ágætlega vongóðum að við náum einhverjum árangri þar. Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra, hann hætti við að mæta á haustfagnað sveit vegna áskorunar frá Eflingu og þegar hann hringdi í mig og tilkynnti mér þetta, þá gladdist ég mjög og sagði við hann að það væri bara algjörlega fáheyrt að fólk hlustaði á okkur, en þá var ég auðvitað að meina að það var algjörlega fáheyrt að háttsetti pólitíkusar hefðu samband við okkur. Þetta held ég bara í fyrsta skipti sem eitthvað svoleiðis gerist. Þannig að við erum líka ánægð með það, að það vilji til þess að hlusta á okkur. Við erum auðvitað sannfærð það að sá vilji sé tilkominn vegna þess að við höfum sýnt á sannað að það ekki gott fyrir fólk að láta sem við séum ekki til. En það skiptir ekki máli hver ástæðan við fögnum samtalinu og viljum nota það tækifæri og trúum því þangað til annað kemur í ljós að einhver árangur hljóti að nást. Þannig að við gagnrýnum harkalega, en við erum líka ánægð með þessa hluti. Ásmá ráður að þú kemst að ráðurarnir fyrirverandi Ég setti mig bara vel við það. Það ansvar núna. Já, nei, ég nú aðalega kannski bara að velta því upp mikilvægi þess að stjórnvöld á hverjum tíma séu í samstarfi og samráði við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur auðvitað líka og vil þá kannski sérstaklega nefna þessa stöðu sem komin upp núna varðandi áminningarskylduna, þar sem að það hefur í raun og veru verið boðað að taka hana af með lögum og fjármálaráðherra
talar eins og það sé í raun og veru óháð afstöðu stéttarfélaga og opinberra starfsmanna vegna þess að þetta sé pólitísk niðurstaða að gera þetta. Ég verð að segja það að ég hefði aldrei trúa því að óreyndu, og ég bara tek undir það sem Sólveig Anna er að segja, ég er að auðvitað bara vona maður að koma ekki til þess að fólk bara áttir sig á því að það eru ákveðna leikreglur sem að verður að virða eins og það er að þú gengur ekki fram með lagabreitingar af þessu tagi og veður yfir verkalýðshreyfinguna eins og hér er verið að boða og vonandi felur þetta í sér einhverja endurhugsun, en mér finnst þetta að vera svolítið tengt því að því ég ætla ekki að fara í einhver andsvör hér samstarf eða samskipti við verkalýðshreyfinguna á öðrum kjörtímabilum, en ég ætla að segja það samt að það sem við erum að sjá núna með nýja ríkisstjórn til dæmis atvinnustefna er eitthvað sem að þau segja, nú ætlum við að koma fram með atvinnustefnu fyrir Ísland og hvernig á að gera það? Jú, þá eiga svona einhverjir fjárfestingabankavinir forsætisráðherra að sitja saman og ræða það hvað sé best í atvinnumálum fyrir Ísland. Á að tala við einhvern í verkalýðshreyfingunni? Nei. Á að tala við einhvern í sveitarfélögunum? Nei. Á að tala við þingið? Nei, bara alls ekki. Vegna þess að það á ekki að vera stand í því veseni að heyra í einhverjum stjórnarandstöðunni vegna þess að þingið er fyrir okkur og þetta eru óþægilegir tónar sem minna á ýmislegt annað sem er að gerast í stjórnmálum út heim. Það sem að framkvæmdavaldið lætur eins og löggjafinn sé í raun og veru truflun en ekki það sem að framkvæmdavaldið sækir umboð sér til á öllum tímum. Þannig að, en ég vil segja sko út frá þessu sem að hér er sagt að umhverfisráðherrann hætti við að fara á einhverja samkomu og ég segi bara, það er bara ánægilegt og gott og guðlátti gott á vita, hefði amma mín sagt. En við skulum spyrja leikslokum að því þegar við erum að tala raunverulega stór hagsmunamál eins og þau sem að hér eru á borðinu og ríkisstjórnin hefur boðað. Já, ég vil nú ekki kannast við það þegar að mennir hafa áhyggjur af örorkubyrðinni og lífeyrissjóðunum að það sé eitthvað aðhald frá vinstri og ég er nú búinn að taka þetta nokkur sinnum núna upp í þinginu og bæði og í nefndum og þar leiðinni fyrirspurn frá mér út af þessu því að ég er búinn að spyrja þráfallega og þá að gera þetta svona. Ég spurðist þegar fjármálaáætlun var af því að og núna er ég með ítarlega fyrirspurn af því að mér sýnist líka að framkvæmdin hafi ekki verið í anda þess sem að ætti að vera því að það voru að fá lífeyrissjóð voru að fá úr þessu sem að er ekki með örorkubyrði. En að öllu óbreyttu að þá þýðir það. Það er stór mál samt. Þetta er risamál. Það sem þetta að öllu óbreyttu, það sem er samþykkt í fjármálaáætlun, það sem kemur fram í fjárlögunum, það þýðir það að oft verið kallaði verkamannasjóðir að fólk sem er búin að vera launafólk og vinna alla tíð og er ekki með háan lífeyri, það er fólk sem er lægstu lífeyri, þau fá 15% niðurfellingu vegna þess að örorkubyrðin eins og hér er nefnt í gildi til dæmis er langhæðst og svör fyrir ráðherra ríkisstjórnin er það að þá bara jafnöld innbyrðist, það er bara svolítið að þvælast fyrir okkur sem heitir stjórnarskrá og eignarrétturinn. Þannig að þú getur ekki tekið réttindi af öðrum en þetta er ég búin að vekja athygli á núna bara frá því að ríkisstjórnin kom með fjármálaáætlunina og mun halda því áfram og að því hér var talað komugjöldin að þá var ég eins og heilbrigðisráðherra tók nú að komugjöldin hjá börnum og ástæðan fyrir ég gerði það var ekki vegna þess að það náttúrulega sem betur flesti foreldrar hafa efni á því að borga fyrir börnin sín en það hins vegar bara voru spurningar því að það fólk sem er kannski á slæmri stöðu að það var að veigra sig við að fara með börnin sín til að borga þessar lágu fjárhæðir sem þarna eru. En og mikið nú leitt ef að engin stjórnmálamaður hefur talað við formann Eflingar. Þú talaði með daginn, en þú ert ekki lengur í ríkisstjórn. Ég held ég hef nú talað við alla sem ég mögulega gat sem að tengdist til málaflokkum sem voru og ég held að það væri ósanngjarnt en auðvitað er þetta ekkert sanngjarnt en það er nú ósanngjarnt, það voru nú aðrir hópar sem að kannski vildu meira tala við mann þá en samtalið gerist ekkert annað en að menn ná bara ekki niðurstöðu en það sem hann er búin að læra búin að vera í þessu, það er alltaf miklu betra að taka samtalið stundum, kemur bara ljós þegar fólk fer að tala saman að það er ekki ósammála en það er líka markmið að vita það hvað fólk er ósammála þannig að menn sé ekki að deila eitthvað sem að litlu máli skipti. Ég held hins vegar svo að
ég eyðileggi nú alveg samstöðuna á samstöðunni að þá finnst mér lög opinbera starfsmenn ekki nýtast neinum og allra síst opinberum starfsmönnum og þetta öðruvísi heldur en í öðrum löndum og ef ég væri í forystu fyrir almennu verkalýðsfélög þá myndi mér finnast þetta ósanngjarnt að þessi staða væri uppi sem núna En kannski finnst Sólveig Önnu þetta ósanngjarnt. Finnst þetta ósanngjarnt? Það sem sjúklega ósanngjarnt á íslensku vinnumarkaði munurinn á milli réttinda fólksins á opinbera markaðnum og svo þess réttindaleysis þegar það kemur að uppsögnum og uppsögnarvernd sem á almenna markaðnum. En vilt þú hækka réttindin á almenna markaði eða lækka þau á opinbera markaði? Ég alveg til í umræðu breytingar. Ég hef alls konar skoðanir á því sem í gangi á opinbera markaðnum. Ég auðvitað hér þá að tala sem formaður Eflingar. Ég ekki að tala sem einhver útsendari verkalýðshreyfingarinnar og ég auðvitað ekki með félag sem mest á opinbera markaðnum. 80% Eflingarfélaga starfa á almenna markaðnum, 20% á opinbera markaðnum. Þau vandamál sem að Eflingarfólki, verkalýðsfólkið, hvort sem á almenna markaðnum og opinbera markaðnum stendur frammi fyrir, ekki í tengslum við þessi mál sem hér hafa komið upp. Þau tengjast ekki því að það eigi að minnka réttinn til atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum niður í eitthvað minna og það ekki þau vandamál sem að hæstir á lofti á opinbera markaðnum þegar kemur að Eflingarfólkinu það sem hér til umfjöllunar. Það varðar hvort að sé hægt að segja fólki upp með lítið einfaldri hætti eða ekki. Vandamáli sem að snúa að Eflingarfólkinu á opinbera markaðnum ofurálag, undirmönnun, niðurskurðarstefna og svo framvegis. Þannig að þar þarf að taka til og vissulega væri svo hægt að fara þá í samtali þessi mál en það held ég mjög aftarlega á listanum og þegar við komum fólk á almenna markaðnum þá vandinn sá að það hægt að reka þau fyrir að horfa vitlaust á auðmanninn. Í síðustu kjarasamningum á almenna markaðnum þá reyndum við og höfum mjög mikið fyrir því að eiga samtal við samtök atvinnulífsins að auka þessi réttindi. Við sáðum aldrei og það var alltaf sagt skýrt af okkar hálfu yfir kjarasamningsborðið. Okkur dettur ekki til hugar að halda það við séum að fara að ræða sambærileg réttindi og þau sem á opinbera markaðnum. Við vildum bara auka þau með skynsamlegum hætti að það var því miður ekki hægt. Þannig að það er mikið ósamræmi þarna á milli og ef ég tala hér bara hreinskilnislega það hvað ég held að hafi gerst þá staðan svo að þegar það verið að semja ýmsu réttinda á opinbera markaðnum þá oft það þannig að fólk svolítið að semja við sig sjálft. Það til dæmis eitthvað sem að þegar við fyrir í samningaviðræður hjá Eflingu segjum við okkur sjálf og okkar fólk, við erum ekki að fara að semja við okkur sjálf. Þetta verður erfitt. Það enginn að fara að gefa okkur nokkuð skapaðan hlutum mun þurfa að hafa fyrir öllu. Vitið það. En þegar að BHM fólki sestu samningaborðið og fyrir að semja við fulltrúa opinbera launagreiðinga þá þau svolítið að semja við sig sjálf. Þau að semja við fólk sem með sama menntunarstig og þau að semja við fólk sem með sömu stéttastöðu, þau ofta að semja við fólk sem mögulega bara býr í sama hverfi og hefur nákvæmlega sama tengslanett og ég held að það verði oft miklu auðveldara að ná fram ríkulegum réttindum eins og styttingu vinnuvíkunar, eins og mjög ríkulegum veikindarétt, eins og mjög ríkulegum uppsagnarvernd, orlofsrétt og svo framvegis. Og það hefur, að mínu viti, búið meðal annars til þetta mikla ósamræmi og misræmi sem þarna á milli. En þetta stór og flókin og erfið umræða og ég auðvitað að tala eins varlega og ég get ég vil svo sannarlega ekki fara að styggja of mikið hérna á þessa en bara kannski punkturinn að þetta þegar ég tala við Eflingarfólk og þegar ég heyri þeirra áhyggjur á opinbera markaðnum þá það að konurnar eru látnar hlaupa svo hratt að þær eru alltaf nokkrum skrefum frá því að fara í örorku og það þýðir ekki að tala við yfirmennina þetta ekki hlustað og það sama hvort við erum að tala hjúkrunarheimilin eða Reykjavíkurborg, það hlusta ekki á okkur, það hlusta ekki á konurnar, það hlusta ekki á það ástandið sé ólíðandi. Þannig að það hvort að það þurfi 3 eða 2 eða 1 áminningarsamtali áður úr streikin ekki stóra málið og ég vona að það verði ekki of mikið uppnám yfir þessum orðum mínum. Varðandi pólitíkina í fjárlagafrumvarpinu, þá finnst mér þetta vera mikil frétt, þetta fjárlagafrumvarp, vegna þess að það eiginlega engin breyting í efnahagsstjórn.
og þótt að Guðlaugur Þór teljið upp 23 milljarða í nýja skatta, 28, þar eru veiðigjöldin sem þá skattar á hérna betursettu, getur orðað þannig. Hitt eitthvað tilfærsla eða sem sagt innheimta varðandi skatt af ökutækjum og öðru slíku. Það eitthvað svona ferðamannaskattur þarna sem búin að vera lengi á leiðinni og eitthvað svona smottur í. Það sem eru stóru hlutinni, það sem verið að sækja peninga í, eru, eins og hefur komið fram hér, að sækja í lífeyrisréttindi erfiðisvinnu fólks. Það hefur verið að skerða rétt fólks til langtíma atvinnuleysis og núna síðast var að koma þá auka hlutdeild sjúklinga það hefur verið að sækja skatti þegar þú orðið veikur, sem einstaklega heimskulegt, held ég. Það miklu sem að taka skatti þegar þú ert bara í hörku formi og með mikla tekjur og annað slíkt. Þannig var gamla systemið. Og maður voru varfið að það svona andstaða við margt í þessu frumvarpi, meðal annars frá verkalýðshreyfingunni, mjög röggsöm svör sem að koma þaðan. Og Samfylkingin var með eitthvað fund núna helgina og þá boðaði Kristrún forsætisráðherra nýjan efnahagspakka og húsnæðispakka sem að hún reyndar nefndi ekki hver væri. Nei. Og maður hefði haldið að þetta væri svar við þessu spurningum, en það ekki, því að það sem að hún tekur til tiltekt sem vinnur gegn þessu, það þessi hallarekstri ríkisins, sem bara sama sem við ætla að taka til með tillögunum þessum róskuðu eftir frá almenningi. Það markvissari húsnæðisstuðningur sem það allavega ekki verið að lofa einhverjum fjármunum í þetta. Það bara markvissari, það bara passa það að þessi að fá húsnæðisstuðningi sem að þeim finnst að þurfa á því að halda. Meiri húsnæðisuppbygging með aukinni skilvirkni og fyrirsjáanleika. Það bara, þetta hljómar eins og Sigurður Ingi þegar hann var alltaf að fá húsnæðis- og mannvirkjastofnun til að telja húsnæði til þess að verktakarnir myndu framleiða rétta tegund af húsnæði. Einföldun regluverks sem svona búin að vera á leiðinni síðan að ég man eftir mér eiginlega, í þessum húsnæðismálum alla frá hruni verið að tala það. Og svo það og margháttar aðgerðir sem við í Samfylkingunni höfum talað fyrir til þess að hvata til þess að draga úr fjárfestingavæðingu íbúða, meðal annars með því að loka glufum og draga úr undan þó við skattkerfinu. Það leigutekjur borga bara halvan fjármagnstekjuskatt. Líklega þetta hugmyndin það að fyrirtæki sem eiga margar íbúður og leigja frá að þau njóti ekki sömu réttinda eða einstaklingar sem eiga margar íbúður eða eitthvað slíkt. En þetta held ég held að þessi skattfríðindi séu ekki það veigamikil að þau allt í einu ákveði bara 1000 íbúðir komin á markaðina því að það borgar sig ekki að leigja lengur, það bara hækka leigan. Þannig að mér finnst þessi ríkisstjórn vera bara meira og minna með stefnun ykkar. og það svolítið, það frétt fyrst mér, að ég meina því að það bara koma alveg nýjir flokkar að, það var mikil væntingar á almenningi til þessar ríkisstjórnar að nú þið bara breyting. Mér finnst þú verið að segja við okkur, nei, það verður engin breyting. Þú ert brá við þetta? Þú ættir að fagna þessu fjárlagafrumvarpi. Nei, það bara ekki, þetta ekki rétt túlkun hjá þér. Fyrsta lagi þetta eru skattahækkanir á almenning. Ef þú hækkar skattar og ökutæki. Ég var að segja það, ég tók bara veiðigjöldin frá. Hitt væri allt saman skattur á almenning. Og veiðigjöldin hins vegar mun náttúrulega gera það verkum að þeir minni og meðalstóru, þeir munu fara langvest út úr því og það mun alveg hafa afleiðingar og byrja að hafa afleiðingar í för með sér. En svo geta menn verið þeirra skoðunar, þetta allt bara vera stór útgerðin en ekki vera neinn litlir aðilar. En það svona stefna ríkisstjórnarinnar. Það líka kemur niður á almenningi þegar þú tekur út séreignarleiðina sem nú hjálpa fólki við að eignast og það ekkert allt eitthvað stórefna fólk. Guðlaugur, ég verð að segja að þessum skattum sem þú taldir, 28, þá væru kannski bara 8 sem væri hægt að flokka sem skattur á betursettu. Hitt eru skattar sem fara á almenning eins og ökutæki og annað slíkt. Ég var ekki að... Þannig erum við sammála þannig. Það vantar í þetta skattlagningu. Það vantar í þessu skattlagningu á betursettu. Þetta var engin minnum haft. Nei, en ég veit ekki hvernig við að nálgast þetta. Það sem verður auðvitað alveg sama, hvar þú ert í stjórnmálum, skiptir engu máli. Þetta bara alltaf eins og út að reka heimili. Þetta verður að vera sjálfbært, enda verður að ná saman. Og það við erum ekki að nota núna það skjól sem við erum í til þess að búa okkur undir eitthvað sem gæti verið miklu verra. Vonandi verður bara allt hér í rjómalogni alla framtíð. En ég
treysti mér ekki til að lofa því og ég veit ekki til þess að neinn treysti sér að lofa því. Ég að benda á að það sem þeir ætla að gera til að endur saman eða þau, það að sækja peningin til lífeyrisþega, erfiðisvinnu fólks, til atvinnuleysinga, til sjúklinga. Jú, ég er algjörlega hissa yfir þessu ákvörðunum þessar ríkisstjórnar. Jú, ég er svo sem alveg sammálaður í því, en svo líka eru þau ekki ná endur saman. Það er afkoman á ríkissjóði miklu betri heldur en lagt var upp með, eins og í rauninni var alltaf, en mér finnst betra að vera varkár og þó sem maður vil hafa alltaf nákvæmustu tölur og það má ýmislegt laga þegar að því kemur, að það var miklu betra að vera svartsýnn heldur en bjartsýnn í þessu. Og þetta fjárlagafrumvarp sem að menn töldu að væri með 62 milljarða halla á þessu ári, nú eins og staðan núna er það 90 milljarðar. Maður myndi ætla það að þetta vera auðvelt að ná þessu til að gefa þau skilaboð að við varum ná endum saman í ríkisfjármálunum sem að gefur þau skilaboð að við erum að minnka líkurnar á því að hér veri verðbólga og þarlendi geti vextir lækkar sem að mér heyrist nú allir séu sammálum að nýtist öllum en þó sérstaklega þeim sem að minnst hafa og maður finnur það þegar maður tala við fólk að það sem náttúrulega brennur mjög mikið á fólki að það er hái vextir á Íslandi. Þannig að það er áhugavert að heyra þessi sjónarmið hérna. Mér finnst þetta að vera, það bara koma í ljós að það var ekkert plan. Það var sérstök áhersla lögð á húsnæðismálin og þeir flokkar sem núna í ríkisstjórn bera ábyrgð á því að lang stærsta sveitarfélagið og það hefur áhrif á landsmálin. Það er ekkert að fara yfir í borgarmál, það hefur áhrif á landsmálin. Hefur ákveðið það að byggja í stýrt húsnæði eins og mögulegt er. Og hvaða áhrif hefur það? Það hefur það að fólk sem að fara inn á markaðinn að það getur ekki keypt sér út í húsnæði sem að allavega mörg okkar sem sitjum við þetta borð höfðu nú möguleika á að gera á sínum tíma. Og það hefur líka áhrif á það að það eykur verðbólguþrýsting og það er bara þáttur sem menn þurfa að tala um. Þannig ef að menn ætlu virkilega að gera átak í húsnæðismálum, þá verður að gefa möguleika til þess að ryðja land og byggja hér á höfuðborgarsvæðinu ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk sem er komið sér inn á markaðinn og það fólk sem að vill vera í ódýrum íbúðum. Kannski aðeins þetta sem þú ert að vísa í þennan fund eða þessa tilkynningu forsætisráðherra á fundi Samfylkingarinnar einhvern pakka í húsnæðis- og efnahagsmálum. Ég las þetta þrisvar þessa frétt og ég var engu nær því að þetta voru bara svona einhverjir frasar. Kannski er þetta frábært og kannski er þetta hræðilegt, ég bara veit ekki hvort. Nei, hún er ekki búin opinbera. Nei, og það sem hún vísar í hljómar ekki stórt. Það kemur ekki fram, en samt voru bara fréttatímarnir fullir af þessum miklu tíðindum sem að voru þó einhvern veginn ekki mikil. En ég þetta vona það að það verði settir fjármunir milli umræðna vegna þess að það var eitt af því sem hún orðaði, að hún sagði að það munu koma breytingar fram á milli fjárlagaumræðna. En þá erum við með þá stöðu inn í þinginu að stöðuleikareglan sem nýbúið er að samþykkja gerir það að verkum að þingið hefur lítið sem ekkert svigrúm til þess að bæta fjármunum inn í fjárlagafrumvarp milli umræðna. Þannig að þingið þarf að gera annað að tvennu, annaðhvort að skera niður meira, finna peninga einhvers staðar annars staðar eða leggja á nýjar álögur. Þetta eru þessi tveir möguleikar og þá veltir maður fyrir sér hvort það sé ekki orðið tímabært að sækja fjármuni til bankana þar sem að vaxtatekjur hafa verið að aukast mjög mikið og var aldrei ætlunin önnur heldur en svo að bankarnir tækju sinn skerf af þessari stöðu. Og þess vegna er það mínum eðlilegt að hækka bankaskattin aftur og koma með raunverulega fjármuni inn í húsnæðismál þar sem að hið opinbera er orðin gerandi á húsnæðismarkaði. Og ég held að það skipti máli bæði á vettvangi ríkis og sveitarfélaga að hið opinbera stíi inn með miklu skýrari hætti. Þetta er nú eitt af þeim stóru vandamálum sem að hinn stórkostlegi markaður hefur ekki leyst og lítur ekki út fyrir að hann geri. En stöðuleikareglan er enn og aftur ákvörðun
sem til þess að draga úr valdi þingsins. Það þetta enn og aftur þannig að þá búið að binda hendur þingsins, það búið að segja framkvæmdavaldið ætlar að hafa þetta svona, við ætlum að rusla þessu svona í gegn og þið skulle bara vera til friðs. Þannig að ég hef áhyggjur af því, en ég meina hvað í þessum pakka, ég veit það ekki. En það var allavega frétt það í gær. Þegar hún talar að það eigi að vera með markvissari húsnæðisstuðning, þá hlýtur hún að vera að tala það það eigi að hætta með séreigna sparnaðinn og mótframlagið þar, vegna þess að það auðvitað aðgerð sem að nýtist tekjuhærri hópum og hefur auðvitað hjálpað til við það að búa til það mikla misræmi sem til staðar í því hverjir geta keypt sér húsnæði og hverjir ekki. Það hlýtur að vera og það hefur verið málflutningur til dæmis hans Þórðar Snæs. Hann hefur verið mjög gagnrýninn á þetta og greint þetta mjög vel og hann hlýtur að vera þarna í einhverjum innsta ráðgjafarhring, þannig að mér finnst mjög líklegt að þetta muni gerast. Það eru miklar deilur þetta til dæmis innan Alþýðusambandsins þar sem það eru auðvitað hópar sem að hafa geta notfært sér þetta og eru mjög hrifnir af þessu og svo eru aðrir hópar eins og til dæmis Efling þar sem það eru auðvitað fámennur hópur sem hefur getað notfært sér þetta og þau húsnæðisvandamál sem að snúa Eflingarfólki eru annars eðlis heldur en að þetta sé eitthvað issue. Þau auðvitað snúast það að það ekki til húsnæði fyrir fólk til þess að komast inn í. Það getur ekki keypt sér íbúðir vegna þess að það íbúðir sem eru á markaði eru óhentugar og allt og dýrar. Vextir eru með þeim hætti að fólk mun ekki ráða við afborganir, fólk kemst ekki gegnum greiðslumatið vegna regluna sem hafa verið settar og eru mjög harðneskjulegar og raunverulega komið í veg fyrir það að fólk sem ekki mjög vel sett komist í gegnum greiðslumatið og svo það svo að það allt og lítið af óhagnaðardrifnu húsnæði. Ég sammála Guðlaugi Þór með það að það verður að ryðja meira land. Við erum 100% sammála það. Ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn bæði á þingi og í borginni og annars staðar, til dæmis eins og í Kópavogi, fallist á og skilji að það samfélaginu til góða að það séu ríkuleg framlög og að sveitarfélögin geri sitt ásamt ríkinu í að tryggja að það séu lóðir og það sé hægt að byggja upp þetta óhagnaðardrifna ódýra leiguhúsnæði vegna þess að fyrir fólk, jafnvel þó að við séum kannski ósammála mjög margt, þá hljótum við, það hlýtur bara að vera svona pólitískt skynsamlegt að vilja ná smá ró á þennan markað og þetta mun hjálpa til við það. Þetta mun hjálpa til við það að líka ná ró á eða réttara sagt gera kjaraviðræður mögulega rólegri vegna þess að þetta stærsti vandinn sem að verkalýðsfólk stendur frammi fyrir og eru þetta ein af þeim ástæðum sem að kannski svona mikilvægastar eru í því þessari svona press og það að hækka launin mikið. Þannig að ég vona að þú og hún Ásdís í Kópavogi og þitt fólk í borginni sem að kannski ekkert sérstaklega ólíklegt að verði komið til valda eftir næstu kosningar vegna þess að það eru þetta gríðarlega mikil óánægja með meirihlutann í borginni og uppsöfnuð óánægja með þau sem hafa verið við völd í borginni svona lengi að þið skiljið þetta og breytið afstöðu ykkar í þessum málum vegna þess að við þurfum að finna einhvern stað við sem að teljum okkur þess komin að hafa áhrif á samfélagið sem við búum í þar sem við getum verið sammála mikilvæga grundvallar hluti og húsnæðismálin verða að vera eitt af þeim. Það er augljóst að þessi svona séreigna stefna sem að hér var rekin sem að ég alls ekki á móti. Ég held að það sé það mikilvægasta sem getur gerst í lífi vinnandi fólks á Íslandi að komast í sitt eigið húsnæði. Þar með ertu komin mjög langt áleiðis í að tryggja hagsmuni þína og barnanna þinna og það gengur auðvitað ekki að við búum í samfélagi þar sem að það einhvern veginn búið að loka verkalýðsfólk fólk bara burt frá þessu. Þannig ég vil alveg líka að fólk komast í sitt eigið húsnæði en við búum við svo alvarlegan vanda núna að verður að finna leiðir til þess að leysa hann. Það eru 4.000 einstaklingar á biðlistanum hjá Bjargi. Allt og lítið það er í uppbyggingu, almenn ánægja hjá fólki sem hefur komist þar inn. Þannig að ég vona að það getur orðið svona konsensus þetta og svo getum við haldið áfram að rífast allt mögulegt annað. En talandi borgarstjórnarkosningar, ætlar þú að bjóða þig fram í borginni? Ég ekki með neina fyrirætlanir það, því að ég bara... Þú lítur að velti fyrir, það er mikið talað þetta. Já, ég veit það, en sko mitt markmið náttúrulega einfaldlega
bara leggja hönd á plóg til þess að hér komi ný stefna í borgarstjórnum. Ég er bara reiður Reykvíkingur. Þú ert ekki útilokað þess að það var stórskref að maður myndi breyta vettvang en þarna ég er hins vegar, og það kannski tekið eftir því, ég er að beita mér og við beitum okkur líka fyrir okkar kjördæmi þingmenn Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu alþingiskosningar vegna þess að eins og þessi Sólveig Anna er að segja hér, þú veist, þetta er bara það er mjög mikið samhljómur í því hjá okkur og ég þekki það eftir að búin til í einhvern tíma hvað skiptir miklu máli fyrir fólk að eiga sitt húsnæði. Það er öryggið og það sem ég finnst samt svolítið, sko, þegar mann er alltaf að flokka fólk upp, sko, það er bara mjög mikið af fólki sem ég þekki sem hefur bara verið í hinum ýmsu tekjustigum í gegnum tíðina. Það var kannski gekk bara mjög vel hjá því síðan bara breyttist eitthvað þeirra lífi og þá fór það í lægri tekjustiga og menn, það er allur gangur á því og það er miklu betra ef að viðkomandi einstaklingur, sama hvað aldran eigi eitthvað í sínu húsnæði og það að hitt til dæmis fólk sem er komin í vanda sem að getur gerst eða veit enginn og er að komin á lífeyrisaldur. Munurinn á því á stöðun á fólkinu sem er í skuldlaus húsnæði og þeim sem er í leiguhúsnæði. Guðminn almáttur. Þetta er allt satt og rétt, en að heimurinn hefur breyst alveg ofsalega mikið og meðal annars hefur hann breyst með þeim hætti að hér á Íslandi er núna risastór hópur af aðfluttu verkafólki. Við í Eflingu erum núna komin 60% plus af okkar félagsfólki sem eru innflytjendur. Þetta fólk, þá enn erfiðara heldur en aðrir með að komast inn á húsnæðismarkað vegna þess að það á mögulega ekki baklandið sem getur hjálpa vegna þess að við vitum það öll að það getur verið mjög mikilvægt að foreldrar geti lesint fólki til þess að kaupa sína fyrstu eign. Það hefur ekki aðgang á þessu og það vinnur en það á samt ekki séns á að geta keypt sér bara venjulega hversdagslega íbúð og fyrir þetta fólk til þess að það geti séð fyrir sér og sínum, til þess að það geti notið einhvers af þeim launum sem það vinnur sér inn og það fari ekki bara allt í vasan á leigusölum til þess að það vilji líka inngildast í samfélagið okkar, til þess að upplifi ekki að það sé fyrst arðrænt í vinnunni og svo arðrænt á húsnæðismarkaði, þá þurfum við að taka til í þessum málum og ef þú skoðar eins og hjá Bjargi, það er líka mjög mikið af einstæðum mæðrum og meira en allt fólk sem ég hef talað við sem hefur komist í skjól hjá Bjargi og allar þær frásagnir sem ég hef eru eins. Fólk er ótrúlega fegið, ótrúlega þakklátt og getur allt í einu farið að leyfa sér mögulega hluti. Já, en má ég aðeins komast að því að við erum ekkert ósammála það. Það sem eins og vantar og það mun enginn tapa á því ef að það kemur hér framboð á ódýru húsnæði. Það mun enginn tapa á því. Það mun bara allir hagnast á því og þá er ég að tala bara almenningu og þeir sem eru að kaupa sér húsnæði. Og það er með ólíkindum og bara að það hefur verið eitthvað skilgreint markmið að taka dýrustu staðina og byggja dýrustu húsnæði. Það er nú bara þannig að því að með 4 börn, 2 eldri eru í nágrannasveitarfélögum. Ég setti sjálfur við fasteignaauglýsingarnar því ég vildi halda þeim í Reykjavík og það er ekkert framboð en þarna eru bara sameiginlegir hagsmunir en hins vegar finnst mér að því að þetta er alltaf ég er ekki sáttur við það þegar menn er alltaf að ganga fram á millistéttin einhvern veginn, það sé bara betur megandi, það er bara ekkert að gera fyrir þau. Það er bara gott, séreignarstefnan hefur gert það að verkum að ungt fólk hefur eignast eitthvað í sínu húsnæði og það er bara gott. Sumt af ungu fólki, sérstaklega þeir sem eiga efnað foreldra. Aðrir hafa ekki eignast neitt í sínu húsnæði, þetta eru að borga húsnæði fyrir aðra. Þetta er bara ekki rétt, það er allur gangur á því en það hefur enginn tapa á því á Íslandi að það sé fólk sem á í sínu húsnæði. Þýðir það að þá ekki að líta á þá hópa sem Sólveig Anna... Það er bara þröskuldur að því að komast inn í þann hóp sem er greiðslumat og fleira. Já, greiðslumat er alltaf alveg, bara ég veit ekki hvað á að segja um það, en það er með alveg ólíkindum að þú sittur upp með það og þú getur borgað gríðarlega háa leigu og ert bara sem borgað hverju mánuði og þú getur ekki þarna fengið samþykkt að geta keypt þér húsnæði og það er bara enginn sem skilur Þetta kerfið var sett upp á þinni vakt. Nei, þetta er eftir hrun. Þetta er eftir hrun og hann var í ríkisstjórn þá. Nú er það. Já, þú ert í ríkisstjórn frá 2013 eða ekki?
Já, ég reyndi að vara þannig að við og þangað til núna bara í fyrra, það ekki ár síðan. Já, ég var nú í viðskilnandi þegar þetta var gert og það var mjög erfitt að því að menn voru að koma í vekk fyrir eitthvað sem bara var ekki raunverulegu vandi og menn, ég vil nú vona það þó að ekki verið mínu borði að menn hafa nú gert það því það voru gerðar lagfæringar þessu að því að menn vildu gera það en það er augljóslega ekki verið gengið nógu langt. Ég vildu gera mig ábyrga fyrir því þá finnst mér ekki mjög sanngjarnt en þið eru að tala hérna úthlutun á lóðum í Reykjavík það sem var gert á þessu tímabili var að það var þrengt möguleika fólks á því að geta keypt húsnæði og þið hafið lýst hérna ágætlega að þeir sem eiga húsnæði eru mun betur settir heldur þeir sem eiga það ekki og þar leðandi var sett mörk á því að komast inn í skarra umhverfi og það var ítt undir stéttaskiptingu sem í samfélaginu þannig húsnæðismarkaður var notaður til þess að auka hana enn frekar á þessu tímabili að þá er kannski nýjar íbúðir sem koma út á sölu að þá er kannski innan við 30% sem að fara til þeirra sem eru að kaupa sitt eigið húsnæði 70% af nýjum íbúðir sem fara til sölu fara til stórra fjárfesta og þeirra sem eiga íbúði fyrir þannig á þessu tímabili var systematist verið að brjóta niður séreignarstefnuna og innleiða hér leiguliðastefnu til þess að annað fólk gæti grætt á húsnæðisvanda þeirra sem að standa veikt. Ja, mikið til í því en að halda því fram að það eru við sem hefur staðið fyrir þessu algjörlega út í hött. Því að þetta var það sem kom eftir 2009 og það var eitthvað breytt en augljóslega ekki nóg. Leiðréttingin var 80 milljarðar til innan betur settu. Það var séreignarsparnaður, það var brotið niður vaxtabótakerfið. Ertu í alvöru að tala gegn því að leiðréttingunni þarna sem að hjálpaði sko gríðarlega mörgum og hvað þetta, ég meina halda menn að það sé einhver hagur hvað eru menn að tala erum við að tala það bara hérna eins og menn reyna í Sovétríkjunum að hafa alla sko þarna bara í einhverju einni stétt og svo eftir með nómeklatúra sem að baða sig í listu sendum sko við skulum bara koma okkur til mannheima og það er ekki þannig að það sé slæmt fyrir neinn ef að fólk á í sínu eigin húsnæði það er vandinn sem að var í stjórnarstefnunni í húsnæðisstefnunni sem er búin að vera rekin hérna eiginlega frá hruni og reyndar aðeins fyrir hrun að það verður erfiðara fyrir fólk sem er ekki bara með miðlungstekjur og þar fyrir ofan að eignast húsnæði það er bara og það hefur verið stjórnarstefnan það hefur verið stefna allra ríkisstjórnar að hafa það þannig ég held að þau segja ekki ég held að þú getur fært á frekar rauk fyrir því að þeir sem að heldurinn það hafi ekki séð fyrir því að með þú ert með lágvaxtastefnuna þá er þetta ekki ekki með þessi sömu vandamál og maður var ekki að heyra þessar sögur sem maður heyrir upp á hvern einasta dag með greiðslumatið. Maður hélt að það væri búið að ganga frá því þannig að þetta væri þannig að það væri hægt fyrir fólk að kaupa sér húsnæði. Núna hins vegar kemur það upp og að maður heyrir það upp á hvern einasta dag nokkurn veginn að fólk bara getur ekki skilið það hvernig það getur ekki komið sér inn í keypt sér húsnæði og er að borga gríðarlega háar fjárhæðir í leigu. En mér er gaman að því að aðeins svona því að ég og Svandís erum hérna mér er svo gaman að því daginn þegar við talum um einföldu regluverk sem við gerðum nú mikið í að stærsta einföldu regluverk sem var haldið hér með blaðamannafundur hjá 2 ráðherrum nú verk okkar Svandísar sem voru búin að vinna í 2 ár og ríkisstjórnin tók við en við skulum sjá hvernig fer með það en þá er það með heilbrigðiseftirlitin. En ég náði ekki svarinu hvort hann ætlaði fram í borginni. Er þetta ekki já? Eða? Nei, þetta er ekkert já. Þetta er svolítið. Þetta er allavega já. Það er ekkert já hérna sko. Má ég aðeins? Það er alveg hver skipti sem ég tek og ég hver skipti sem ég hjó sko gagnrýni borgarstjórnarmeirihlutann. Þetta er svona maður nefndur Guðlaugur Þór. Þetta er fyrirgefið. Þú ert nefndur sem borgarstjóri. Það hefur líka verið nefnt að Svandís ætlaði að fara fram fyrir VG í borginni. Góð hugmynd. Það hefur verið nefnt mjög víða. Þið hefur bæði verið áður í borgarstjórn? Já, þá myndum við Gulli svona loka hringnum og koma aftur tilbaka 25 árum síðar. Nei, ég held nú ekki í mínu tilfelli allavega en ég finn það alveg á Guðlaugi Þór að hann er að reyma á sér skóna það er líka mörg núna tækifæri í borginni en ef ég má aðeins sko, mér langar að því að Sólveig Anna var svolítið brött í það að fara í raun og vera að tala við Guðlaug Þór svona sem næsta valdhafa í Reykjavík ég var ekkert að því, ég var bara að segja allar líkur á ég veit það er ekkert útilokað nei, það er ekkert útilokað, ekkert er útilokað en það eru samt 8 mánuðir til kosninga og ég held að við séum svolítið fljóta á okkur ef við ætlum að gefa okkur það að verði hægri stjórn í Reykjavík. Ég var samt ekki að gefa nei, alls ekki
hvað við Framsóknar í boði. Já, og það alltaf spurning hvað Framsókn gerir. En spurningin sko, það sem við höfum verið að sjá á höfuðborgarsvæðinu og hérna alveg opaslega mikilvægt, sameiginlegur skilningur þvert á flokka varðandi samgöngur. Þegar að samgöngusáttmálinn var gerður hér á höfuðborgarsvæðinu og við skrifuðum undir hann sameiginlega, sveitarfélög sem voru undir forystu í raun og veru allsins pólitíska litrós, að þá var fólk að sýna það pólitíska þrek að rísa aðeins upp úr skotgröfum dagsins og segja, heyrðu, hvernig viljum við sjá samgöngumál þróast á svæðinu í heild. Og það gerðu flokkssystkini Guðlaugs Þórs líka í Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði, sem var alveg óendanlega mikilvægt vegna þess að samgöngur eru líka partur af skipulagi og uppbyggingu. En ég vil segja það að sko, þó að fólk sé og það sé pirringur í samfélaginu og auðvitað eru bara borgarmálin að komast á dagskrá, það bara mjög mikilvægt. En ég held að við höfum alveg virkilega þörf fyrir sterkt vinstri í Reykjavík og við höfum virkilega þörf fyrir sterka félagshyggju. Við erum að sjá svo miklar félagslega breytingar á samfélaginu í heild með því að það að fjölga fólki hér frá ári til árs, sífellt fleiri af erlendum uppruna og mikilvægi þess að þá sé félagshyggja í grunninn sem svona megin kraftur stjórnvaldana bara óendanlegur miðað við það að vera komið með hægri stjórn sem eru auðvitað með allt önnur sjónarmið að leiðarljósi. Ég held að það væri bara mjög varasamt ef að Sjálfstæðisflokkurinn fer inn í þessa kosningabaráttu og lætur hann að snúast bílastæði, sem ég finnst nú stundum vera á tónninn, að lífið bara komi og fari eftir því hvort þú varst með bílastæðið eða ekki, að þá eigum við þá að hættu að missa þennan félagslega undirtón sem að Reykjavíkurborg hefur sem betur fer notið langt árabil. Sjálfstæðisflokkurinn mun fara inn í þessa kosningabaráttu og láta hann snúast leikskólamál. Það þurfa ekki að láta þetta snúast bílastæði. Þau munu bara keyra á ástandinu í leikskólanum, þau munu keyra á biðlistunum, þau munu keyra á niðurnýttu húsnæði, þau munu keyra á veikindahlutfalli, þau munu keyra á óánægju. Varstu ekki að skrifa þetta niður? Jú, ábyggilega, einhverja skrifa þetta niður. Þau munu keyra á óánægju starfsfólksins þarna inni, þau munu keyra á óánægju starfsfólksins til dæmis varðandi útfærsluna á styttingu vinnuvíkunar, sem hefur verið keyrð ofan í kokið á fólkinu sem er í þessum umönnunarstörfum án þess að það sé tekið nokkuð tillit til þeirra þarfa. Þetta það sem við gera. Jú, það mun einhverjir í úthverfunum tala umferð og bílastæði og eitthvað svoleiðis, en það verða, stóru málin verða þetta sem að snýst þessa svona félagslega innviði okkar og vegna þess að það hefur verið rekin niðurskurðarstefna mjög lengi í borginni þegar það kemur að meðalans leikskólanum, þá bara komið upp gullið tækifæri fyrir hægra fólk til þess að komast til valda og það það sem gerist, og nú ég bara að tala sem áhuga manneskja stjórnmál, það það sem gerist þegar að fólk sem að flokka sig sem félagshyggjufólk, vinstrafólk, velferðarsinna fólk sinnir ekki grundvallar hlutverkinu sem einmitt að tryggja að velferðarkerfin fungeri. Þá opnast tækifæri fyrir hægrið sem að getur komið, bent á öll augljósu uppsöfnuðu vandamálin og komið svo fram þá með einhverjar nýstárlegar lausnir sem eru einmitt kannski ekki sérstaklega nýstárlegar heldur markaðslausnir. Þannig að það þegar og ef það gerist þá þarf auðvitað vinstrið að líta í eigin barm. Ég ekki að segja að það muni gerast. Ég hér að tala bara sem manneskja sem hefur mikinn áhuga á stjórnmálum og því hvernig þau þróast. Og ég líka í miklum samskiptum við til dæmis félagsfólk Eflingar sem starfa í borginni og ég ekkert að gera lítið úr því ég ætla ekki að gera lítið úr því hversu mikil óánægja með aðstæður inn á vinnustöðunum hjá borginni sem að snúa að þessum svona mikilvægu umönnunar geirum. Ég vil nú leyfa mér að segja að svarið ekki Sjálfstæðisflokkur. Ég sko trúi því að þú segir það. En það ekki nóg. Svandís svo klók, hún blís mér að lúta við náma og ég kannski komast á þess að. Mér langar að bæta aðeins við, af því að ég vil búa í borg þar sem að velferðarkerfið sterkt. Ég vil búa í borg þar sem að
komið vel fram við vinnuaflið sem býr til hagvöxtinn og vinnuaflið sem heldur upp umönnunarkerfunum sem við búum við núna í borg og það ekki endilega allt borgaryfirvöldum að kenna, það líka bara svona pólitísk stemning og það sem að Gunnar Smári var að fara hérna yfir raðan, þessi svona þessi degur meðferð á fólki sem vel sett á auðvitað kostnað þeirra sem eru illa settir, en ég vona að sama hverjir komast til valda að fólk reyni að líta aðeins upp úr svona sinni búblu hver sem hún hvort sem hún einmitt séreignarstefnan og bílastæði eða einhver dygðaskreiting og fallegi textar og fari að horfa á materialískan veruleika fólksins sem að býr í þessari borg. Það það sem ég vona. Ég ætla aðeins að þegar við erum að tala um búblur að þá það ekkert að sjá í skoðanakönnunum einhverja stórkostlega sveiflu í borginni. Núverandi meirihlutaflokkar voru með 49% atkvæða í síðustu kosningu og mælast með 47. Þannig ekki meiri sveiflu en það. Það sem hefur gerst í borginni að Framsókn hefur tapað öllu sínu fylgi og það hefur færst yfir á skipst á milli svona viðreisnar samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Það engin stórkostlegar fylgisveiflanir sem að benda til einhvern veginn svona eins og hér talað að það liggi við uppreisn í borginni við að varpa þessu meirihluta af sér. Ég var ekki að segja það. Ég var að reyna að tala fyrir hagsmuni verka og láglaunafólks og staðan auðvitað líka svo að það auðvitað fullt af fólki sem að býr hérna á höfuðborgarsvæðinu sem einfaldlega annars hefur ekki kosningarétt eða vegna þess að þau hafa ekki verið inngilt með neinum sérstaklega skynsamlegum hætti að upplifa neitt áhuga á að taka þátt í stjórnmálum. Það líka stórkostlegt vandamál. Þannig að ég ekki að lýsa uppreisnar ástandi, en ég að reyna að kannski fá að ræða málin út frá hagsmunum vinnuaflsins hér á höfuðborgarsvæðinu. Það eru hagsmunir þeirra sem að pólitíkin hefur ekkert sérstaklega að vilja ræða. Þannig að nei, það sannarlega ekki verið að kveikja elda hérna úti í borginni, aldeilis ekki, en það líka auðvitað vegna þess að millistéttin hefur það bara ótrúlega gott og það getur engin neitað því og þeir sem efri eru ofar en það í tíkstjónum hafa náttúrulega svo fárlega gott að maður getur eiginlega ekki bara hugsað það bara meikar eiginlega bara engan sens lengur en þú veist, hvenar komið að því að fara að horfa á hagsmuni þeirra sem eru þarna fyrir neðan hvenar á að gera það og hver ætlar að gera það og hvernig á að gera það. Undirbúni sinn okkar bræðra að fara fyrir lítið. Við erum ennþá í lið 1 og lið 2. Og ég fæ ekkert að koma stað til Svandís slaufaði mér út svo smekklega bara áratuga reynsla. Þú vildir ekki svara því hvort það færi fram í borginni og færði ekki orðið aftur. Nei, ég vil samt aðeins, ég fór að koma inn í þetta, ég vil ekki kannast við það að Sjálfstæðisflokkurinn sem byggði nú reyndar félagslega kerfi hér í Reykjavík að hann sé ekki velferðarflokkur og sé ekki hugsað það sem minna mega sín. Mér finnst þess að mjög áhugavert að hlusta hér á Sólveig Önnu sem að þekkir málin betur en flestir sem að lýsa hér hlutunum svona aðeins öðruvísi heldur en alla jafna gert. En það kannski hefur farið svolítið fram hjá okkur af því að það hefur gengið í það heila þó að menn hafi mist tökin á málunum undanfarin ár með tilheyrandi kostnaðir sem fara niður núna að það áberandi þegar maður fara að hugsa það að þetta góða fólk sem heldur uppi mjög mikið að þjónustu bæði hjá höfuðborgarsvæðinu og annars staðar út um landið að við getum orðað þannig að þegar maður fara að hugsa það eru þau á þorrablótunum, eru þau að taka þátt í félagsstarfinu og slíkt bara gengur mjög vel, ekkert vandamál en þau eru ekki jafnmiklir þáttakendur sem maður myndi vilja sjá og þessi mál hafa ekki verið í umræðinni og ég ætla ekki að rengja neinar lýsingar sem þú ert með á stöðu þinna umbjóðanda og auðvitað verða menn að líta til þessa þegar við tölum stétt með stétt í Sjálfstæðismenn þá erum við akkurat að vísa til þessa og mér finnst eins og ekki sanngjarnt að einhvern veginn afgreiða það að ef þú ert hægra megin í tilvöruna þú hugsar ekkert þá sem minna mega sín það er bara ekki rétt en hins vegar skipti máli líka samgöngumálin það bara gerir það og bílastæðamál skipta þarna líka máli og ég skil ekki hvernig mér datt þetta í hug að bara slaufa bílastæð hvað gerist ef þú ert ekki bílastæð húsið þú þá legguru hjá nágrannunum það bara það sem gerist og þegar kemur að samgöngusáttmálum allt rétt sem Svandís segir mjög gott að forystumenn sveitarfélaganna settust niður og hugsuðu þetta í heildarsamhengi alveg og hágjaða almenni samgöngur á nokkuð svaða eigum við að sjá en
það eru deilur það hvernig þetta framkvæmt í Reykjavík og þegar maður skoðar samgöngusáttmálann og við erum báðir fyrrverandi heilbrigðisráðherrar, sko, spítalinn þarna vegna þess að einn frumforsenda, það var að auka umferðarrýmd. Á hverju? Því þú kemst ekki og þarft að komast þá deyrðu. Og það eru ekkert af því sem menn ætlu að gera til að auka umferðarrýmdina í fyrirsjáanlegri framtíð. Og það mun hafa gríðarlega alvarlegar afleiðingar í för með sér. Og ég hef spurt forystumenn spítalans aðeins og þeir vita ekki hvað þeir eru að gera með þetta. Og sú aðgerð í samgöngusáttmálanum sem mikilvægust, sem göngin undir Miklubraut, sem myndi laga þetta, hún þarf að vera fremst ef þú ætlar að fara í aðra hluti. Og ég er að tala hér í fullri alvöru. Þú ert að fjölga gríðarlega mikið starfsmönnum og þar að leiðandi starfsemi á þessum stað. Það var alltaf vitað að það væri mikil umferð og þegar menn ákveða að setja hann þarna, þá sögðu menn, auðvitað verður við að sjá til þess að fólk komist til og frá. Landið við göngin í Miklubrautinni það er ekki hægt að leggja þau, því að hvert á umferðin að fara á meðan? Í kannski 3 ár. Hvert ætlar að senda bílana? Já, í rauninni... Á Sæbrautina? Það kannski minnsta máli því að þú ætlar að fara í hinar aðgerðirnar, Suðurlandsbrautin og allt það, þá ertu með allt stopp, því það allt stopp núna. Og það má ekki, fólk býr líka í úthverfunum, það þannig. Og þetta hafa líka menn gert mistök með því að vera ekki að byggja upp hverfið þannig að þú getur notið þjónustunum þar. Það vont að menn þurfi alltaf að keyra þannig sömuleið allir. Og ég nú með undirbúning þingsályktunina bara því opinbera fara að færa starfsemi sína austar í borgina þannig að menn keyri þá allavega í báðar áttir eða þú þurfir ekki að fara úr hverfinu þegar þú ert að fara til vinnu. En það sama með eins og þegar ég var í Borgarstjórn Reykjavíkur 8 ár, þá vorum við, áður en ferðamaður kom, þá vorum við alltaf í því að reyna að halda lífi í miðborginni og það gert með alls konar hlutum. En á hverju ekki reynt að halda lífi í þeim kjörnum sem í viðkomandi hverfum, þannig að þú þurfir ekki alltaf að setjast upp í bílinn til að sækja einhverja sjálfsagða þjónustu. Algjört lykilatriði. Það er lykilatriði í þéttingu byggða að hverfiskjarnarnir virki, þannig að maður þurfi ekki að fara úr hverfinu að kaupa í matinn. Það ekki verið að gera það. Það ekki verið að gera það, var ekki verið gert hingað. Nei. Og ég get bara nákvæmlega yfir það, hvernig maður búið að drepa mjóttin. Ef við að tala hina kjarnana, þar sem að verslarna fara... Mjóttin dæmi það sem hún sogar þjónustu út úr hverfunum á tiltekið stað. Það er svona svipað á Grandinn fyrir Vesturbæinn. Það er miklu betra að sé þjónusta inn í hverfunum. Það er þétting byggðar. Já, en þú ert með kjarna á fleiri stöðum þar sem hafa farið þessar verslanir. Þetta komið út í framboðsræður? Já. Nei, menn það bara þetta hagsmunir þessi kjördæmis og ég vil tala Sundabrautina. Það náttúrulega, það annað sem að skiptir máli að ég meina... Fyrir frekar tölum allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Hvað viljið það ekki? Jú, allan daginn. Hlustuðu á ræðu Þorgerðar Katrínar? Já, að hluta. Nei, ég gerði það ekki. Þessi brot sem kom í fjölmiðlum? Nei, ég sá það ekki. Ég sá líka þessi brot sem kom í fjölmiðlum frá forseta Bandaríkjanna. Ég líka, það var stæðfindi og skemmtilegt. Sem að, ég meina, hann ekki bara orðin ellegar? Nei, þetta er bara hans brand bara þetta. Já, og ræðan rúllustigann og algjörlega. Textavél. Hann ætlaði að láta það fá marmara og í staðan voru þau bara með onda rúllustega. Já. En hann nú fengið aldeilis vinnandi stétti til að styðja sig. Það bara, og hann eitthvað að segja sem að... Mér þetta ekki alveg rétt uppsetningu. Það hægt að færa þessi rök að í riðbeltum Bandaríkjanna, þá sótt hann lágstéttarfylgið, ef við orðað þannig. En ef þú skoðar til dæmis fylgi eftir stéttum inn í New York eða í Kaliforníu, þá ekki þetta að sjá þetta. New York ekki Ameríka og ekki Kaliforníu heldur. Það alveg rétt sem svolítið vennu. Það bara veljiði, þá verðið talandi tveggjaríkja-lausn í Bandaríkjunum. Það sé raunverulegu Bandaríkin. Ég ætla að mæla með bók sem heitir Outclassed eftir bandaríska fræðikonu sem heitir Joan C. Collins, minnum mig, eða Joan C. Williams, þar sem að hún rekur með mjög skilmerkilegum hætti það hvernig repúblikanarnir og Trump eru að tala sem að nær til vinnandi stétta, lægri millistéttarinnar og verkafólks og það verið að tala með hætti sem að fangar einhvern veginn ímyndunarafl þessa fólks og fær þau til þess að snúast til liðs við þau. Þú myndir segja kjör þeirra að vera batna undir Trump?
Nei, ég var ekki að segja það. Ég að tala þetta eru svona félagslegar forsendur fyrir því að pólitíska analýsu og hún raunverulega, þessi bók skrifuð í þeim tilgangi að fá demokratana og progressiva fólki í Bandaríkjunum og vinstri til þess að skilja hvað vandinn svo að þau geti þá farið að vinna einhverja raunverulega sigra og geti farið að sporna gegn þessari þróun og ég hér heldur ekkert að fara að segja að ég vil endilega fólk fara að kjósa demokrataflokkin þetta snýst ekki það en það sem hún talar til dæmis að það sem að Donald Trump hvernig hann hegðar sér og hvernig hann það tengist inn í svona kallmennsku gildi sem eru til staðar hjá verkamannastéttinni saman hvort það svart fólk af latínóuppruna eða hvítt fólk svona ýmis gildi sem að verið að signulegra inn í sem að fólk upplifir sem mikilvæg eins og einhvers konar stolt yfir því hvaða landið þú tilheyrir og svo framvegis og annarkvort að mínu viti getur vinstrið farið að reyna að skilja þetta og farið að pæla í þessu og farið að reyna að analýsera þetta eða það getur látið eins og að það fólk sem að kýs Trump séu bara inherently vond, einhvers konar óhrein börn sem eigi bara geima út í horni og megi ekki tala við eða hugsa eins og Hillary Clinton gerði svolítið og sem náttúrulega ástæðan fyrir því að vinstri mun þá bara halda áfram að tapa en þú veist það er svo margt ótrúlega áhugavert sem að gerast í Bandaríkjunum annars staðar sem að ekkert okkar mun fá skilið ef við höldum bara áfram að berja höfðinu einhvern veginn við vegginn og bara þú veist Trump svo skrítinn, Trump svo ömurlegur allt svo asnalegt sem hann gerir fólk sem kýsin eru bara aumingjar, fíbl og fávitar jú, ég meina ef að fólk vill vera að gera þetta, bara gera það en það er enginn að fara að skilja neitt og fullorðið fólk sem hefur áhuga á stjórnmálum og áhuga á ástandi heimsins hlýtur að vilja skilja af hverju hlutin eins og þeir eru ég vil allavega reyna að skilja það Þess vegna held ég þetta mjög mikilvægt að skilja munin á svæðum í Bandaríkjunum þar sem að má finna þetta sem að Sólveig Anna að rekja í riðbeltunum og alveg samaháttum átti sjá í sigri íhaldsmanna í norðurhéruðunum í Bretlandi þar sem átti sjá viðsnúning frá hinu hefðbundna vinstri eða hvernig sem við viljum tala það en það er ekki að sjá í uppgangssvæðum eins og inn í borgunum þetta er líka að sjá í Þýskalandi og víða þú sérð ekki þessa stéttagreiningu það er ekki þannig að verkalýðurinn í betur settu svæðunum sé að snúast í átt að Trump eða Johnson eða Alternative for Deutschland eða Le Pen eða eitthvað slíkt og við á Íslandi, það er mjög mikilvægt að við á Íslandi skilgreinum hver er staðan á Íslandi eru við riðbelti Erum við riðbelti eins og norðurhéruðin í Bretlandi? Er það langtíma atvinnuleysi og vonleysi, fólk sem hefur verið skilið eftir og næri ekki að vera þáttakandi í svona einhverjum En þessi bók, hún fjallar þessi sem ég var að tala um Outclassed, hún fjallar mjög mikið stöðu þeirra sem hafa ekki verið skilin eftir og hún gerir skýran greinarmun þarna á milli. Hún segir það eru þessi sem hafa verið skilin eftir og eru þá fórnarlömb þessa vonleysis og eru þá fórnarlömb þessa death by despair þú veist, það er fíknin og það er sjálfsmorðun og allt það. Það sem hún er að tala um það er þessi svona working class fólki sem er ennþá með vinnu og svo þessi lægri millistétt. Þetta er fólki sem er ennþá með ágæta stöðu, fólk sem að mögulega ræður ennþá við að borga af húsnæðislánunum sínum, fólk sem að mögulega er ennþá á þeim stað að það hugsa ok, ég get þú veist, mögulega gert eitthvað fyrir barnið mitt en þar finnur að þetta er alltaf fjara þarna undan og þau verða íhaldsamari og þau verða meira tilbúin til þess að hlusta á retorík fólks eins og Trump, fólks eins og Alternative for Deutschland og Marine Le Pen og allir þeirra svo vart að telja upp af því að þau eru desperat í því að halda í það sem þau þó hafa ennþá. Þau sem eru búin að missa það, þau sem hafa ekkert lengur, þau sem eru á stöðum þar sem hefur verið, þú veist, greiðlega mikið atvinnuleysi áratugum saman, sem ekkert er eftir, þau eru orðin apatísk og hafa hvort sem er engan áhuga á því að kjósa. Þannig að það sem við eigum að gera, höfum við áhuga á því einmitt að vernda samfélagið okkar fyrir þessum illu öflum, er einmitt að hugsa vinnuaflið, hugsa fólkið sem að stritar, er ennþá með vinnu, er einmitt ekki komið á röstbelt staðinn, heyra hvað þau eru að segja og reyna einhvern veginn að ná einhvers konar skynsamlegri málamiðlun
gagnvart því fólki og gagnvart öðrum hópum í samfélaginu til þess að við lendum ekki í einhverju pólitískri ógefu. Það munur á þessu, eins og við sjáum til dæmis þann sem var að vinna forkosningarnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í New York. Hann leggur alla áherslu á að það setja að lifa af í borginni fyrir venjulegt fólk. Hún segir bara affordable, það verður bara aðgang á húsnæði, það verður rótari matur. Já, hann er með materialískar áherslur. Já, það verður auðveldara með að lifa. Hann ætlar að reyna. Hann er ekki að boða stefnu Trump, hann er ekki að yfir Trump á Trump. Hann er með materialískar áherslur vegna þess að hann hefur skilið og hlustað og hann er svo kallar community organizer, hann hefur farið og talað við alvöru lifandi vinnandi fólk, veit hvað þau eru að segja og hann veit að leiðin að hjörtum þeirra og möguleikin á því að hann og félagar hans getur innan kosningasegur er að einmitt keyra á þessi mál. Bara, þú veist, hvernig get ég séð fyrir mér og mínum, hvernig get ég búið til sæmilegt líf fyrir fjölskyldurnar mínar. Ætla til dæmis ekki að fara í einhverjar dyggðaskreitingar eða eitthvað röfl það hvað lítið út vel á pappír, heldur að gera eitthvað í alvöru. Það er svo fallan tíma. Leifum ykkur og Trump hafa áhrif á stjórnmála á Íslandi. Já, ég meina Trump hefur náttúrulega augljóslega áhrif á heimsmyndina og Trump þarna og Putin hinum með Netanyahu og allt sem að gengur á þar. Auðvitað hefur þetta allt saman áhrif og gjörbreyting á allri miðlun og þróun hugmynda. Ég meina við erum að sjá það á sama tíma. Gervigreindin sem að við vitum í raun og veru ekkert hvernig kemur til með að þróast. Hvað er satt, hvað er rétt, hver er að segja satt, hvað með, þú veist, er þetta mín rödd eða er þetta andlitið á þér og svo framvegis. Það að efast fréttir eða rót upplýsinga eða þekkingar og af því að Sólveig Anna var að rekja hér svona þessar félagsfræðilegu og pólitísku greiningar að þar eru við líka farin að sjá samfélag þar sem að fjölmiðlun er líka orðin algjörlega klofin. þar sem að annar helmingurinn fylgist með einhverjum miðlum og hinn helmingurinn fylgist með einhverjum öðrum og auðvitað menningarlega erum við mjög nálægt Bandaríkjunum. Við höfum verið það allan lýðveldistímann og umræðan sem á sér stað núna skiptir okkur mjög miklu máli og núna erum við með bara Bandaríkin í vasanum. Ég meina krakkarnir okkar eru bara með TikTok og hvað það nú er þannig að orðræðan og vangavelturnar koma bara á 0-1 hingað í vasana á krökkunum okkar. Þannig að ég bara tek heilsugur undir það að sko það að nálgast þessa stöðu, hvort sem að það eru þessi félagslegu viðfangsefni sem að leiða Trump til valda eða hvað það er, af einhvers konar svona hofmóðuheitum og yfirlæti hjálpar engum sko. Eða stimplunum eða tala það að það séu bara vitleysingarnir sem kjósa þetta og við ætlum ekki að tala við þá. Það hjálpar ekki neitt og þannig ég bara tek heilsugar undir það að við verðum að sýna þann svona félagslega þroska að horfast í augu við það að samfélagið tekur breytingum og þarna eru einhverju tónar sem að fólk vill halla sér að, hver svo sem ástæðan er og við þurfum að skilja ástæðina frekar heldur en að dæma útkomuna. Sammála. Held ég að skipta öllum máli. Sammála. Ég held að mjög bara áhugaverðar greiningar hérna, sko aðalatriði held ég þetta, að fólk var bara búið algjört nógu hinnu og þeim fannst þetta vera eins. Ég meina að Bandaríkin voru þannig, frá Reagan, þangað til alveg bara núna, þá var alltaf annarkvort Bush eða Clinton á kjörseðlinum. Svo bara mismunandi Bushar og Clintonar. Nema þegar Obama var en þá var Clinton utanríkisráðherra. Þannig að sko og fólki sá bara held ég bara það bara mismunandi fólk sem sagði fallega hluti og ekkert gerðist. Og það er augljóst að það hefur ekki verið tekið á mjög svona miklum áskorunum gagnvart vinnandi fólki í Bandaríkjunum og auðvitað er hann sko að því að ég er því og það er líka fólk algjörlega búið nóga að þessari fjölmiðlun, þessari stóru fjölmiðlaveitum, það bara treystir þeim ekki og ég verð að viðurkenna það þegar maður sér einhver fréttir af Trump maður þarf alltaf að fara að leita sko nákvæmlega hvað hann sagði því þetta er alltaf svo gildislæð svona alla jafna, það er svo mikil svona
heyrt gagnvart honum. Ég tekni upp verri mynd á honum heldur en... Já, þú bara raunir hvað hann að segja, þú skilur þarna, og ég meina augljóslega hefur hann, mér finnst áhugavert að því að það kom lítið fram, ég bara þurfti að hlusta okkur podcast til að fá það fram, að til dæmis í þessum Big Beautiful pakka sínum sem að margir hafa áhyggjur af, og ég held að sjálf raunverulega ástæða fyrir þess að þá var samt inn til þess að hann tók skatta af þjórfé. Hann tók skatta hjá fólki og venjulegu fólki sem var að leggja á sig eftirvinnu sem að ég myndur telja að vera nú bara mjög gott fyrir það fólki, ég held að það sé augljóst, þannig að hann er að reyna að koma til móts við það. Það felldi á niður sem sagt, já. Já, bara felldi á niður. Og en hins vegar hef ég mjög miklar ágjörð því að þessi viðskiptastefnans muni koma verst niður á venjulegu fólki og hann mun ekki ná markmiðum sínu þar, en það er bara augljóst að það er ekki bara þarna, heldur annars staðar í einu vestræna heimi að þá ertu komið stjórnmálamenn sem að geta sagt líka hluti sem að áður fyrir hefur verið bara blásnir út af. Ég held að það bara fólk að vera svo leitt á líka að það var alltaf að vera sikur og alltaf, það loksins kemur bara einhver og ég sammála ósaman, hann alltaf talar mannamál og Trump gerir það svo sannarlega. Ég átti náttúrulega mikið samskipti við stjórnina hans þegar ég var utanríkisráðherra og við getum tekið alveg sérstakann þátt í það. Mér finnst það mjög áhugavert, en hann er algjörlega búið að breyta öllum leikreglum og hann er algjörlega búið að breyta repúblikanaflokknum og það er auðvitað ekkert leyndarmál og þeir sem voru þessi hefðbundu repúblikana eru svona svolítið að klóra sig í höfðinu af því að hann líka allir þessi... Hann snýr við blaðinu og breytir plani og... Já, líka þú ert með einhverja svona spekularsjónir um það hvernig þú átt að vinna kosningar og gera hluti. Hann er bara eitthvað nýtt. Þú getur ekki sett hann í neitt form og en þetta er heldur líka auðvitað skilaboð til okkar. Mér finnst bara áhugavert að því mér og Sólveig að koma hér áðan mjög skýrt fram með það fólk sem að hún er að vinna fyrir og þetta er ekki alla jafna umræðinni með þessum hætti. Þannig að ég held að við séum ekkert við erum ekkert, þó við séum svo sannarlega eyland að þá erum við ekki þarna eyland í heiminum. Og við eigum líka, því að ég var að spyrja hvort ég hlusta á Þorgerði Katrínu, ég var náttúrulega aðalega gagnrýna það á hverju ósköpum var ekki búið að kalla þjóðaröryggisráðið saman sem ég veist alveg og það er bara búið að gera það tvisvar frá því ríkisstjórnin tók við og við erum ekkert að fara að ræða það kannski núna en það er ógnirnar sem á okkur steðja eru nákvæmlega sömu og það er þjóðir sem við berum okkur helst sama við og svo er ég alveg sammála Svandísi sem segir, sem mann áttar sig kannski ekki á hvað við erum nátengt Bandaríkjunum, við höfum alltaf verið það, ekki jafnvel fyrir lýðveldistíman, en núna er bara þessi græja hérna, hún er bara að gera það verkum að krakkarnir okkar eru ótrúlega vel að sér þessi mál og ekki það vegna þess að stóru fjölmiðlarnir sé að koma upplýsingum áleiðis. Herðu, þetta eru fínu gestir, þetta er búið að vera gaman. Sólveig Anna, Svandís Svavarsdóttir og Guðlaugur Þór, takk fyrir komuna og Smári, okkar býðar í þessi. Ræða betur ekki. Þetta er örskamastund. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Já, við höldum áfram. Nú komin nýji gestir. Það Sveinn Máni Jóhannsson, sagnfræðingur og Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi. Þú varst nú hérna fyrir viku líka. Já. Þá vorum við ætluðum að tala meir Bandaríkin heldur en við komumst yfir eða komumst í almennilega í það mál. En Smári, hvar vilt þú byrja? Já, hugmyndin var bara eiginlega að heyra í þeim og hvort að við værum á þeim tíma að lýðræðið í Bandaríkjunum væri að gefa eftir. Já, það stótt í spjör. Ég leyfi fræðimanninum að verja. Já, einmitt. Eitt sem ég rifja oft upp þegar þessi spurning byrja að koma, því hann hefur borið að koma ansi oft frá árunni 2016. Það gefnum tilefni. Nákvæmlega. Og það er bók eftir sagnfræðinginn David Runciman sem skrifaði bókina Confidence Trap. Og hann lagði áherslu á það Breti í Oxford Cambridge sem lagði áherslu á það að hverjum tímapunkti hvort sem þú drepur niður fæti í sérstaklega 20. öld eða 19. öld að þá er yfirleitt einhvers konar krísa í lýðræðinu, í umræðinni. Fólk sem tekur þátt í stjórnmálaumræðu upplifir einhvers konar lýðræðiskrísu saman hvort það er 7. áratugnum eða 8. áratugnum eða 9. áratugnum og þannig að þetta krísutal er alltumlíkjandi í stjórnmálaumræðu í lýðræðisríkjum sérstaklega. Lýðræði tæki til þess að fást við krísu. Já, einmitt. En það þýddi náttúrulega augljóslega ekki hins vegar að það geti ekki verið krísa. Það er að segja að það geti ekki verið raunverulega krísur því yfirleitt það geta líka komið alvöru krísur og listin væri að greina milli hávaðans eða suðsins og hins raunverulegu krísunar sko. Og það er svolítið hlutur sem við erum í dag það ekki að reyna átt okkur því hvað er suð og hvað er raunverulegt og ég held að allavega suð er orðið mjög hátt. Þetta er orðið svona þetta er ekki bara á yfirborðinu, þetta er svolítið þetta er það. Og suð skiptir máli, hann segir það ekki, hann er ekki að segja að við höfum að reyna að íta öllu suðinu í burtur þetta geta greint ástandið undir, en suð getur haft áhrif. Já, algjörlega. Og annað sem hann leggur áherslu hins vegar er að tilfinningi fyrir það að sé krísa eigur svigrúm stjórnvalda til þess að grípa inn í. Já, og þessi hugmyndum að það sé alltaf krísa í lýðræðisríkjum hefur líka alið af sér svona ákveðið kæruleysi gagnvart þeim. Í þeim skilningi að fólk, það er svona hinliðin á deininum að fólk telur oftar en ekki að lýðræðisríki séu sérstaklega vel til þess fallin að leysa úr þeim. Og þar að leiðandi verið allt í lagi og eins og þetta er náttúrulega til dæmis Við erum alltaf að hrópa úlfur Svolítið þannig en líka en svo kemur úlfurinn en líka það er ákveðin trú að kerfi sem í Bandaríkjunum hefur alltaf rosalega mikið áherslu á það að stofnana umhverfin mun temja Trump. Það hefði maður fyrst þegar við vorum að ræða þetta þá var það algengasta fólk segði að við trú á svona innviðum Bandaríkjanna og lýðræðisuppbyggingunni að það væri svona hemlar hér og þar og þetta myndi jafna sig en maður heyrir fleiri og fleiri sem eru efins það eftir því sem að tíminn líður. Munurinn á fyrra kjörtímabil og kjörtímabilin núna virðist vera í stórum dráttum sá að á fyrra kjörtímabilinu fékk hann til liðs við sig mjög marga svona úr kerfinu, svona establishment fólk og það eru maður sem ég var að ræða við sem þekkti vel einn af ráðherrum Trump og sem að sagði að sá hefði farið inn af ákveðinni þekkskyldu af því að vera það þyrfti að vera einhver í herberginu sem að væri svona yfirvegaður og svo framvegis og það er ekki núna er helsta kríterían hollusta við Trump og hversu vel þú lítur út á Fox News þannig að það er svona stóri munur það sem mér finnst áhugavert í þegar við tala svona söguna og þessa stóru mynd er að reyna með þetta að komast í gegnum suðið og veltaði fyrir sig hvort að við erum hvort að þetta er undantekning og hvort þetta er einhver svona bóla sem er að á sér stað núna vegna þess að stuðningur við þessar harðlínu hugmyndir sem og þessa aðferðafræði virðist einskorðast við Trump, ekki endilega republikanaflokkin því að þegar Trump er ekki á atkvæðaseðlinum þá gengur þessum sjónarmiðum ver í kosningum
Þannig að hvort að þetta sé, Trump sé einhver svona úrtaksvilla, ef svo má segja, undanvillingur eins og við köllum það í aðferðafræðinni, eða hvort að við séum að sjá einhverja beygju í þróuninni og við séum að leiðinni inn í eitthvað annað umhverfi, því við erum alltaf að horfa á ykkur 3-4 ári eða mánuði eða eitthvað svoleiðis, en svo þegar maður les söguna þá maður alltaf að lesa 40 ára tímabil, 100 ára tímabil, 500 ára tímabil og svo framvegis, og við einhvern veginn við erum einhverjir froskar á pönnunni og við vitum ekki hvað að gerast þannig að það er það sem mér er svona áhugavert að hugsa og pæla í og lesa til hvað er að fara að gera eftir 10 ár. Hver verður frambjóðandi repúblikana næst? Hver mun hann fá stuðningin sem að fyrir þessum sjónarmiðum ef að repúblikanaflokkurinn fer í svona einangrunar stefnu eins og margir innan hans flokksins vilja, bakka út frá Evrópu, bakka út frá því að bakka út frá stríðum og átökum og svo framvegis, og þá það er svo ofboðsleg og bakka út úr alþjóðakerfinu að það er svo ofboðsleg breyting á því veruleika sem við búið við síðustu 80 árin. Og hlutverki Bandaríkjanna. Já, hlutverki Bandaríkjanna. Það er náttúrulega samt langur aðdragandi má ekki alveg bara til Ronald Reagan að Bandaríkjamenn hafa ekkert verið ánægðir með Sameinuðu þjóðirnar. Og allir fórstar sem ég man eftir hafa gefið skítið Já, en ég meina svona, þú veist bara En þessi spurning, er Trump undantekning eða er í gangi eitthvað sem við mun kannski í sögubókunum verið kallað makabyltingin, mun hún halda áfram? Ég held ekki kosningahegðan í Bandaríkjunum sýnir manni að þú þarft að hafa einhvern eins og Trump á kjörseðlinum til þess að maka geti unnið. Ef að Trump er ekki á kjörseðlinum, þá lendar í vandræðum. Ég veit ekki, ég held að fram að síðustu kosningum hafi verið haldið fram að Trump hafi verið undantekning, en ég held að það sé orðið erfiðar að halda því fram. Og það er vissulega þetta aldrei fram með hvað gerist þegar Trump er ekki á kjörseðlinum, og það er eina spekulasjónunum og þá spyr maður verður hann ekki í kjörseðlinum og hver segir það að verði það ekki það er ekki eins og það sé ekki, og bara það að hann sé að ræða það uppátt og við séum að ræða það uppátt, að það náttúrulega segir allt sem segir þarf momenti sem við erum í og það er alltaf mér finnst svo hún blossar upp og svo deyr hún niður og svo kemur hún aftur upp og deyr niður Hann selur gestum og gangandi í Hvíta húsinu húfur með Trump 2028. Hann myndi selja húfur 2100 Hann fær það í persónulega vasan þetta fyrir ekki í kostingasjóð en þetta er meira heldur forsætisembættið, ég menna þeir hafa Hæstarétt makarhreyfingin hefur náð tökum á repúblikanaflokknum og þeir eru að herða tök sín í mörgum fylkjum, verja stöður sína þar. Þannig að sömuleyti er sótt þarna fram á veginn. Það hefur verið að þeir líta þessi nauðsynlegt að gera einhver svona gaggbyltingu í háskólakerfinu, þar sem að einhver hugmyndafræði hafi vaðið uppi, að vísindi og fræði séu raunverulega andstæð þeirra hugmyndum. Þetta séu ekki hlutlaus fræði og vísindi, heldur þetta séu uppkokkuð einhver bara eiginlega áróður sem er rekinn út úr háskólanum. Þeir eru að reyna að hemja fjölmiðlana og beygja þá undir. Þeir eru með hugmyndur það að til þess að fá sjónvarpsleyfi að þá þurfur að sýna að þú sért með sanngjarna fréttaflutning. Það má ekki vera 97% af bröndurunum séu hvað Trump sé vitlaus. Það verður að vera 50% hvað hann sé klára eða eitthvað. Það eru alls konar svona hugmyndir. Og það er bara farið yfir skólakerfið, menntaskólakerfið, þeir lögðu niður menntamálaráðuneyti, einhverjum stór plönum að breyta menntun í Bandaríkjunum. Þannig að krakkarnir komi ekki út úr skólanum uppfullir af einhverjum kynjafræði eða það að svartir hafi verið kerfisbundið haldið niðri. Þetta má ekki heyrast, ég veit ekki með þróunarkenninguna.
Og þar er þetta göttunum, þannig að þessi sko bylting, ef við segjum það, þessi ákefð að ná samfélaginu eitthvað undir sig, hún er út allt. Já. Já, það er auðvitað mjög sterkt svona öflugt og það er kannski ekki rétt að kalla skipulögð, en það er auðvitað eitthvað svona planan í gangi dálítið róttækar samfélagsbreytingar í Bandaríkjunum og nota ríkisvaldi til þess. Og við höfum séð það með ef það hefði spurt mig árið 2020, allavega fram að 7. janúar 2021 eða ekki, að þá hefði ég, var Trump kjörtímabilið fyrra að verra en til dæmis Bush kjörtímabilið þegar ég kemur að amerísku lýðræði. Niðurbroti á mannréttindum, uppgangi eftirlitsríkisins, stríðningi hryðjuverkum, Guantanamo Bay. Það er allavega verið erfitt að gera upp úr þar á milli, allavega fyrir mig. En svo kemur 7. janúar flækir þá mynd vissulega. En núna er þetta komin allt annað. Þetta er augljóslega frekar samhæfð árás á mjög margar grunnstoðir þess sem við köllum lýðræðisríki, veikja samfélagið, veikja stofnanir samfélagsins, háskólan, alltaf ekki síst sem hafa verið málaður upp sem svona óvinur númer 1. Þessi svona, þegar kemur að því að búa til óvinina, þá er útlendingar, Trump er útlendingar og transfólk og svo eru háskólanir. Og svo hafa bæst það fjölmiðla núna. Og þetta er eitthvað sem fólk bara maður heyrir að íhaldsamt fólk í Bandaríkjunum er mjög sjokkarað yfir að því að náttúrulega málfrelsi hefur alltaf verið svona helsta slagorð hins íhaldsama hægris í Bandaríkjunum. Og fyrsta breytingar ákvæðið hefur verið lykilatriði í þeirra málflutningi, en núna sjáum við Trump og makarhreyfinguna fara frekar á mjög ábyrjandi, bara augljóslega mjög skýran hátt í tjáningarfrelsi, og við náttúrulega vorum búin að séð marg oft í Palestínumótmælum og eitthvað svona augljóslega ekki að halda fram að ríki hafi ríkt fullkomið málfrelsi í Bandaríkjunum, en það hefur samt verið svona innan þessa svona pólitíska leitrófs, þar að segja demokratar, republikanar, einhvers konar málfrelsi. En svo þegar hann fer í Kimmel, að þá held ég að svona fólki fara að renna ansi kalt vatn milli skins og hörunds, að þetta er farið að eiga við þetta að útilokanir Trumps eru farin að eiga við líka fyrsta málfrelsi gagnvart demokratum, gagnvart mainstream fólki í Bandaríkjunum, ekki bara einhvers konar þá jaðar fólki, og það held ég að segja svona og þá erum við farin að tala dálítið svona ótta við svolítið grundvallar breytingar. Það er einmitt svona ákveðin von sem að maður hefur í brjósti, að það er gengið svo hart fram og það eru svo mörg mál sem að koma fram sem að bara venjulega, eins og þú segir, íhaldssama fólki ofbýður, og það er ekki bara varðandi Kimmel eða eitthvað annað. Þess heldur líka bara framgangan í útlendingamálum. Ég hlustaði á viðtal og sagði frá því einhvers staðar þar sem að bandarískur maður eiginkonans til einhverja 40 ára eða 30 eitthvað ára írskur ríkisborgari hafði búið í Bandaríkjunum síðan hún var 11 ára, amma hafði farið til Írlands, og þegar hún var að koma tilbaka þá var hún handtekinn vegna þess að hún hafði gefið út innistæðulausan tékka. Ég sagði frá þessu síðast, einhvers við töluðum með gulum með hana, og þetta og mörg önnur dæmi þar sem bara er verið að handtaka fólk sem eru eru bara nýtir þjóðfélagsþegnar en hafa kannski gert eitthvað, verið með eitthvað svona misdemeanor eins og það er kallað, svona smábrot, lendi í einhverju smábroti einhver tímann í fyrndinni. Það var í fréttum núna í vikunni að maður sem var yfirmaður skólamála í Iowa í einhverju stórri sýslu þar, hann var handtekinn og sendur úr landi vegna þess að hann hafði var í tæknilega séð að var ólöglegur innflytjandi, en hafði samt sem aður unnið í kerfinu og var komin augljóslega með kennitölu og var bara nýtur þjóðfélagsþegn, og þegar að vegna þess að
Það getur verið þannig að síðan grafið upp í það að þegar þú komst inn, þá var það gert með ólöglegum hætti. Þannig að raunverulega þegar við erum að hugsa ólöglega innflytjendur, þá teljum við ykkur sem eru bara að lifa underground, en það á alls ekki við það sem verið að snúa sér að. Nei, alls ekki, og ég meina það kom dæmi upp í sumar þar sem að maður frá Rómönsku Ameríku var snúinn niður þar sem hann stóð við einhver garðyrkju. 3 af sonum hans höfðu gengt herþjónustu fyrir Bandaríkjaher og það þegar fjölskyldumeðlimur var í Bandaríkjaher að þá veitti fjölskyldunni ákveði svona hvað heitir það, immunity fyrir því að það væri farið í fjölskylduna. Og þetta hefur verið leið til þess að fá fólk í bandaríska herinn, ungt fólk í bandaríska herinn, að það tryggir fjölskyldunni íverurétt í Bandaríkjunum. Það var tekið út og þegar svona dæmi alltaf fleiri og fleiri koma upp og fari fjölmiðla og ekki bara í svona ABC, CNN, MSNBC mainstream miðla sem eru kallaðir eitthvað vinstra megin, heldur líka verið að segja frá þessu á lokal Fox-stöðinni og svo framvegis, að þetta það sem að svona bara venjulegu íhaldssemi fólki í eitthvað staðar í Heartland Amerika, eins og þeir kallaði að því ofbýður. Og það var ekki það sem að þau var að kjósa. Það er ekki hvernig sagt að fólk bregðist við því að við þekkjum í sögun og þess vegna verið að segja fyrst ráðist þeir á hommanna og svo kommanna og þar fyrir götunum og svo komur að þér. Það er vegna þess að þegar það gerist svona hægt og bítandi, þegar verið að sjóða froskinn, að þá bregst almenningur ekki við. Já, en við sjáum samt sem aður í öllum skoðanakönnunum að Trump, óánægja með Trump fer vaxandi, vantrú á lýðræðinu reyndar fer vaxandi og en óánægja með Trump og Republikanaflokkinn og reyndar líka Demókrataflokkinn fer vaxandi. Þannig að ég held að pendullinn muni sveiflast alveg til hliðar og það við fáum næst vinstri sinnaðasta forseta Bandaríkjanna í sögunni og það verði einhver úr AOC Bernie Sanders kampinum sem er ekki bara AOC sjálf Það er vonandi. En þetta því þú þekkir ykkur. Bandaríkjamenn náttúrulega vanir þessu. Ég meina þeir fóru ekki McCarthyismann og þá var engi sem rétt upp hönd og reyndi að stoppa það. Talaði að það ekki verið fyrir að hann reyndi að fara inn í herinn, að hann fekk svona hörðu viðbrögð. Þar var bara ákveðin svona vilji, svona fasískur vilji hjá almenningi í Bandaríkjunum að ráðast á óvinnin og hann skilgreinir svona róttaka vinstri svo óvinnir, það þeir sem að styðja Palestínumenn gegn Ísrael og það Antifa og fleira sem hann ætlar að ráðast á og það eins og í með McCarthy og rauðu hættunni að þá bara anskotir skilgreindur þarna inn í hópinn og alls konar fólk sem að verður fyrir barðina þessu til þess að halda því frá kennslu eða áhrifastöðum í samfélaginu. Bandaríkjamenn eru bara nýkomin út úr svona tímabili. Já, ég meina það náttúrulega hvað amerískt lýðræði, hvenær var amerískt lýðræði hvenær var það fullkomið, hvenær var það á tíma Andrew Jacksons þegar bara fullmesta karlar máttu kjósa og mesta lýðræði var í þrælaríkjunum eða var það hvenær fær meiri hluti fullorðina Bandaríkjamanna að taka þátt í kosningum eftir 1970. Þetta Ég að spyrja vegna þess að hann bara stutt aftur í tíman það sem var, ég meina ekkert svona mikil andstæða með almennings. McCarthyismin brotnaði ekki í andstöðu almennings. Ég meina en á sama tíma bara víða út af bara rauðu hættunni ef svo má segja, þessu kaldastríði og ekki bara það heldur líka bara almennt. Það voru stjórnvöld víða heim að gera alls konar hluti sem að við myndum ekki sætt okkur við núna. Þannig að talandum múgaæsingu og ég ætla ekki að fara að bera McCarthyismann saman við COVID-tímabilið en við gerðum alls konar hluti, til dæmis í COVID, sem að við eftir á hekja, við erum bara svona að býtu alvörunni, tókum við þessar ákvarðanir og meira sé
þannig að sko þetta hættumerki nánast hvenær sem sko, þegar við öll verðum sammála eitthvað, að það finnst mér vera hættumerki það að það sé, eða svona megin þorrin vera sammála eitthvað. Við getum orðað þannig að þegar að sko hættan svona óútfylltu tékki, að þá samþykki við að gera stórkostlega hluti. Að svipta fólk frelsi. Og það ástand í Bandaríkjunum núna. Trump að gefa út óútfyllta tékka að það sé eiginlega í gangi eiginlega bara árásir á ofbeldi gegn íhaldsmönnum eða frá róttaka vinstri og það verði að hemja þetta því annars missum við samfélagið. Það kemur þessi viðbrögð við morðina á þessum Charlie Kirk. Þegar það svo eitthvað meginn svo alda og svo orðaða sem notuð sem einmitt sláandi lík orðaðinni í rauðu hættunni. Það sem þú komin út í það að þú ert farin að hægri menn orðnir struktúralistar í þeim skilningi, þeir eru farnir að firra einstaklingin ábyrgð á eigin gjörðum og farnir að eigna einhvers konar netverki, orðræðu, hugmyndum sem svo tengd við mjög breytt hugtak sem kallað vinstri og nær eiginlega frá Mitt Romney til marxista og fara að eigna þeim gjörðina, pólitíska verknaðinn og þau komin þangað, þau komin út með þessi vensl og svo bara þau lest skilgreininguna á hvað tengsli, hvað skilyrði þú ert að uppfylla til þess að verða viðfang ofsókna McCarthy, að þá náttúrulega eru svona 13 orð að kemur að orðinu pólitískt ofbeldi. Því að það eru svona alls konar tengsl sem þú getur haft við í rauninni að vera að gefa til kynna svona ótrúlega langsótt tengsl sem þú getur haft við manneskju sem trúir því að það eigi að bylta amerísku ríkisstjórninni eins og tíma McCarthyismans. Og þannig það í dag, eins og Stephen Miller leggur þetta viðbröðin við Charlie Kirk móðinni þannig henni upp að það eigi að uppræta öll netverk sem að og það eiga þeir náttúrulega við einhvers konar woke, vinstri hugmyndafræði og það náttúrulega þetta skilgreina það og mjög Já, ég meina þeir eru að tala að fara hjóla í þessa stofnun sem að George Soros fjármagnar. Ford Foundation líka. Og Ford Foundation líka og þú veist það er að fara í alls konar svona styrtarsamtök sem að hafa góðgerðarsamtök sem að hafa mikið fjármagn og að fjármagna sjónamið sem að eru Stephen Miller og félögum ekki hugnanleg. Þannig að og líklega bara til þess að efla valdreitt, öflugt, kvikt í vestrænt lýðræði að þá ítur undir alls konar Code Pink, ég veit ekki hvort þú veitir hvað það er svona fríðarhreyfing kvenna sem er núna eiginlega komin á lista hjá FBI sem hálfgerð hryðjuverkasamtök. Ég meina það er alveg garanterað að það peningurinn hefur örugglega flætt víða og farið í einhverjar áttir sem er hægt að benda á og segja að þetta er nú alveg ómögulegt og þessi samtök er ómöguleg vegna þess að þessi maður þarna er í forsvari og svo framvegis 100% að það verði hægt að finna einhver tilvik þar sem að peningar frá Soros eða Ford Foundation hafi farið í einhver samtök sem hafa talað með ólýðræðislegum hætti við bara Það er óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að vera. Já, ég veit það. Ég má tala fyrir byltingu í Bandaríkjunum. Ég má bara ekki framkvæma fyrir sig. Já, ég veit það, en það er það sem ég er að segja. Það er óhjákvæmilegur fylgifiskur lýðræðisins og málfrelsisins og frelsisins að segja hluti sem eru óþægilegir og jafnvel byltingakenndir og það og þú átt ekki að stjórnvöld ekki að koma eftir þér. En og það er hættan og það er það sem mann hríshugur við að öflin sem að eru inni í Trump-stjórninni núna eru hægri öfl af þeim toga sem að ég vil ekki kannast við sem eru svona borderline fasísk og sumir myndu segja fasísk en sem að eru tilbúin til þess að beita ríkisvaldinu til að mjög mikilli hörku gegn borgurunum og við sjáum það bara að það er verið að hjóla í Comey núna og svo framvegis vandamál demókrata hins vegar er það að þau voru ekkert mikið skárri að mörgu leyti því að voru þarna saksóknara sem þurfa að sækja sér starfið í gegnum kosningar
eins og Fannie Williams og Letitia James sögðu bara við ætlum að dæma við ætlum að fá Trump dæmdan og hvers konar lýðræði samfélagi það þegar saksóknari fer fyrir kjósendur og segir ég ætla að taka hennar fyrirverandi forseta og ég ætla að fara með henni inn í dómsal og ég ætla að láta hann verða dæmdan þannig að sko út alla pólitíkin í Bandaríkjunum standa allir með sko heilu bjálkakofana í augunum og eru bendandi á flísarnar í augum annarra. Þetta Russiagate var náttúrulega stórkostleg fáránleg svona óvissuferð. Já. Í vonum að geta sanna það að Hillary hafi ekki tapað á heiðarlegan hátt sem ég held að sé. Þetta náttúrulega líka hluti að þessari undantekningasjónarmiðinu að Trump hafi verið svona frávik frá og ekki í raun og veru tilheyrt pólitísku hefð Bandaríkjanna og þar af leiðandi ef þú bara losaði við hann með einhverjum lagaklækjum að þá geturðu losaði við það sem hann stendur fyrir og það held ég hafi ekki virkað og held ég hafi verið ekki verið rétt og það var náttúrulega mikið tala þetta hvað eiga demókratar að gera varðandi Trump og einn náttúrulega leiðin sem varð ofan á var náttúrulega að reyna bara kæra hann komin fangilsi, frekar en að þróa einhvers konar nýtt pólitískt prógram til að sigra hann í kosningum og auðvitað var þetta alltaf og eða komið með frambjóðandi sem gætu unnið hann sko eins og hanga samt á Biden sko eins og náttúrulega eins og segir sko að eitt af þessum einkennir sko svona ef þú hugsa maður sem að þú vendist á söguna ef þú hugsa maður sem svona stóra sögulegar umbreytingar í Bandaríkjunum 20. öld þá náttúrulega tengjum við það yfirleitt við Franklin Delano Roosevelt og The New Deal og svo Ronald Reagan og nýfrjálsíkjubyltinguna og í báðum tilvikum og þá unnu þeir alveg ótrúlega kosningasýra þeir bara FDR fekk 60% atkvæði eitthvað og næstu öll atkvæðin í kjörmannaráðinu og Ronald Reagan vann seinni kosningin hans var rosalega líka sko. Donald Trump mun aldrei vinna þannig kosningu hann vann stórsigur síðast sko bara með því að vinna aðeins hann fekk ekki 50% atkvæði nei, ég er að segja það hann fekk ekki en Trump mun aldrei vinna þannig sigur sko. En samt sem áður þetta snýst mat almennings á því hvað stór sigur og Trump bara að breyta því því hann alltaf að tala sinn sigur sem stórkostlegan sigur en náttúrulega eitt af því en punkturinn með þessu var samt sko að Trumpismi þrífst í því náttúrulega eins og minnst áðan það hefur engin trú lengur í lýðræði í Bandaríkjunum bara allar skoðanakannanir segja að almenningur hefur ekki kannski svona 20% bandarísk almenning sem telur að bandarísk lýðræði sé í góðum málum og ennþá færir í telli að það sé eitthvað sem að heimurinn ætti að horfa til og ég meina þú pælir hvernig var ástandið árið 1960 það var bara ég náttúrulega veit það ekki en 90% bandaríkjumanna hefði fundist það að vera módelið fyrir heiminn sko. Og þetta náttúrulega talar inn í einhvers konar lýðræðiskrísu sem að er einhvers konar grundvöllur fyrir þessu en þessi lýðræðiskrísa er líka mörguleiti bara í á Vesturlöndum öllum að hluta til vegna við vorum að sjá núna bara Reform Party með kom könnu núna í lok vikunar þar sem að Reform myndi vinna meirihluta á breska þinginu ef það verið kosið í dag sko. Þannig að ég sá allavega Farage vera að veifa einhverju slíkar könnun. Ég skal viðurkenna að ég fór ekki að skoða ekki hver framkvæmdin var og hver gerði könnunina og svo framvegis sko. En minna, það er hitt sem er alveg satt sko. Ég meina þú veist Farage þú veist og eins og þú veist AFP og AFD segi og og Le Pen og svo framvegis það er svona það eru vonbrigði með kerfið og pólitíkin og lýðræðið alls það er hérna vestræna heimi. Þetta var meðan sagt bæði af vinstri sinnanum Sólvönu og hægri mannum Guðlaugur Þór. En ef við horfum til lengri tíma yfir í Bandaríkjunum þá erum við að horfa á svona niðurbrot eftirstríðsára samfélagsins. Við erum að horfa á niðurbrot verkalýðshreyfingarinnar sem eru mun valdaminni, skiptir engu máli í öllum nýjum atvinnugreinum þótt hún hafi eitthvað svona tök í eldri atvinnugreinum. Við erum að horfa núna á svona niðurbrot sjálfstæðis háskóla og fjölmiðlarnir hafa gefið eftir. Stjórnmálakerfið er náttúrulega gerspilt og er bara fjármagnað af auðugasta fólkinu og leikvöldu þess. Þannig við erum að horfa á langan feril af svona niðurbroti samfélagsins.
minni áhersla á uppbyggingu svona affordable houses og alltaf svona tilraunina sem að voru á eftirstríðsárunum að minnka stéttamun og auka tækifæri lágstéttana til þess að eiga hlutdeild í þessum bölvaða ameríska draum og allt þetta. Þannig við erum ára langt tímabil, það sem er svona niðurbrot. Þegar að við síðan komum að það sem að koma menn eins og Trump og sem að spila inn á þá sem að hafa bara mistrún á lýðræðinu og vilja bara kveikja í byggingunni, svona, ég tala ekki þegar maður að hlusta og lesa eftir Steve Bannon sem er bara þannig stjórnmálamaður, hann vil bara kveiki í öllum kerfunum, ég vonum að verða eitthvað til betra eftir. Þá heyrir maður ekki svo mikla umræðu að við eigum að byggja upp samfélagið okkar. Maður heyrir bara fyrst og fremst bara viðbröðu þessu að reyna að hemja Trump og eitthvað svona. Ég heyri fáa stjórnmálamenn tala að nú er bara komið tími og að við verðum að bara endurreisa samfélagið okkar. Heyrið það eitthvað? Ég heyri það ekki frá demókrötum eða ég heyri ekki gagnrýnin á Trump hljómar ekki þar. Mér finnst demókrötum vera að rífast hvort þeir eru svona verða líkari Trump. Það verður að tala að finna frambjóðendur sem eru svona tattúraðir og svona lít út fyrir að vera verkalýðs eða kannski bát og skjóta endur eða eitthvað svona. John Fetterman kann frambjóðendur. Já, það er að leita því. Já. En ég heyri ekki svona þannig að svona alvöru pólitísk deila eða átök eða umræða bara grundvallaratriði samfélagsins. Nei, erum við ekki samt sko, ég er að velta fyrir mig sko hvort við séum komin of stutt inn í seinna kjörtímabil eða annað kjörtímabil eftir hvernig við lítum á þetta hjá Trump að vegna þess að það er ennþá bara svona ólgandi reiði og svona þau eru að fara í gegnum sko, demókratar eru að fara í gegnum þessi stig afneitunar og sorgarinnar og svo framvegis þannig að núna er krafan á alla stjórnmálumenn á vinstrivægnum að vera meira eins og Trump. Gavin Newsom er að fá mikið fylgi og mikla athygli og mikinn stuðning við það að láta eins og Trump og tweetar eins og Trump og gerir svolítið grín á honum en og svona það virðist vera krafan miklu frekar heldur en sko núna en erum við ekki líka bara samt sko eins og sé fólk er ennþá bara í áfallastreituröskun af kosningunum og síðasta ári að því bara vegna þess að þau sko, ég held að demókratar hafi trúað í allan tíman að Trump gæti ekki unnið og þau myndu vinna. Þú veist, það var auðvitað sko, alls konar áhrifafólk sko, sem að galt varhug við því að Biden færi aftur og var skeptist á Kamala Harris og þessi útgáfa bókarinnar sem að við erum að fara að sjá svona ofan í aðeins sko, eins og einhver ég held að vera Nate Silver sem að skrifaði sko að hún heitir 107 dagar sko það sem var tíminn sem kosningabaráttu hennar var kosningabaráttu hennar hefði mátt vera 701 dagur sko hún hefði samt ekki unnið þannig að sko þú veist eins og sé ég held að demókratar séu ennþá bara og almenningur sem er svona á miðjunni sé ennþá bara í pínu sjokki og vonandi förum við í það að tala upp sko, hvernig við getum undið ofan að þessu frekar heldur en að, sko, að við séum bara með heldur en að sko, umræðin snúist bara endalist einhverja mjög mjög veika einstaklinga sem að sko, fara eitthvað stöður upp í einhver hús eða upp á einhver hús og með riffla vegna þess að það er það sem er að gerast núna aftur og aftur ég meina það var núna bara í vikunni þar sem að sko, var maður sem að skauta á æsbyggingu og þú veist ég held að þetta sé líka afleiðing sko allra þessara skotleikja sem að sko heilu kynslóðin eru búin að spila í aldarfjórðung sko að við erum búin að vera þjálfu upp sko leyniskyttur í tölvuleikjum það er bara þú veist það er bara þannig og í þeim aðferðum sem það er kunna sko ég held sko demókrataflokkurinn er náttúrulega í svo djúpstæðri krísu að maður er bara hreinlega óttast að hann verði aldrei aftur svona þessi kallað electoral force bara krísan risti svo djúpt og þú sér það bara núna í umræðinni sko bara það er engin demókrati sem skiptir máli í national umræðu Bandaríkjunum lengur nema mögulega Zohran Mandami og það varst að vísa dæmi hver er að byggja upp kannski Zohran Mandami það það er eitthvað sem hann hefur honum er tekist að byggja upp svona plattform þó að sé ekki ljóst hvort að sé að það sé kallað skalan upp á landsvísu en þá virðist hann virka vel í En hann talar bara grundvallaratriði svona affordable city, það sé bara hægt fyrir venjulegt fólk að lifa í New York. Já, en á samanskapið líka hann
hann sem sagt tekur ekki undir samt neitt af því sem að Trump segir. Hann fer ekki með í ferðina eins og og líka bara vera hans verandi múslimi og barninnflytjenda og svona, að þá hann eiginlega tákmynd að vera ekki það sem að Trump að segja að vandamálið í okkar samfélagi séu innflytjendur. En það náttúrulega verður áhugavert að sjá hvernig demókratar hvernig þeir geta komist út úr þessu og náttúrulega verða kosningar á næsta ári til þingsins sem verður forvitnilegt að fylgjast með. En en svo strategi að fara alltaf með sentristan, saman hvort það Hillary, Biden eða Kamala, hefur virkað sjaldnar en hún hefur mistekist. Og það spurning hvort það þurfi ekki að fara róa aðeins að henni mið og demókratar verði að átta sig á því að þeir þurfi að róa aðeins að henni mið. Það virðist vera eins og þeir ætla að sigla bara að þeir séu að fara að sækja kosningasigur sem að Trump muni færa þeim og óvissið að Trump muni gefa okkur sigur. Þess vegna ætla þau ekki að gera neitt. Þannig að þar alveg verður eiginlega engin pólitík í Bandaríkjunum nema sú pólitík sem að Trump býr til. Já, ef að demókratar ætla að vinna næstu forsetakosningar þá verða þeir að vera með frambjóðanda sem að hefur vott af sjarma. Það gæti orðið einhver svona sentristi þó að Gavin Newsom sé frá Kaliforníu og pólitíkusar frá Kaliforníu alltaf litið á það sem mjög vinstri þá hann meira á miðjunni heldur en kannski AOC. Hann hefur sjarma, AOC hefur sjarma. Josh Shapiro sem var það næstum því varaforsetaefni, ríkisstjóri í Pennsylvania, hann góður ræðumaður og hefur sjarma, en ég ekki viss að hann komist í gegnum prófkjör í demókrataflokknum vegna þess að hann gyðingur og hefur og lýsti stuðningi við Ísrael eftir 7. október. Þó hann hafi bakkað með og breytt aðeins svona tóninum hvað var það sem síðar gerðist. Þannig að og það eina ástæðan fyrir því að Kamala gat ekki hugsað sér að velja hann eða treysti sér ekki til þess að velja hann vegna þess að hún vegna þess að hann gyðingur. Það eru alveg frambjóðendur þarna sem eru áhugaverðir. Við munum sjá það koma fram á næsta ári, en það rétt krísan sem að demókrataflokkurinn í. Það fáir óvinsælli heldur en Trump nema vera skildir demókrataflokkurinn. En þetta líka eina spurning við þurfum að tala um framtíð amerísks lýðræðis að ef til dæmis demókrataflokkurinn ætlar að fara þá leið sem við farið hingað til að þá þurfa þeir bara að vinna tilbaka alla sem fara með sambærilegan kandidat og Kamala Harris eða Biden eða Hillary þá þurfa þeir að byrja því að vinna tilbaka alla corporate America sem Trump búin að alla kapitalistana sem Trump búin að ná til sín, þar með Silicon Valley auðvöruna og allt það það þýðir náttúrulega hins vegar að elta og samanskapi ekki bara þá heldur líka það sem við kallaði suburban housewives og þessar svona hægri miðju fólk sem ekki alveg í einhverju annarkoðu kampinu og það þýðir alltaf sama strategíun alltaf áður að ná í að tala til kapitalistina, tala til þeirra og í rauninni fylgja rammanum eins og Trump hefur farið með hann. Þeir fara inn í ramman hans og fara lengra þangað. Þannig að ef við erum að tala um bandarískt lýðræði þá það heldur ekki gott fyrir bandarískt lýðræði því þá það sem þú talað um að svona pólitískt fyrirkomulega sé breytt hvað sem það New Deal eða nýfrjálshyggjan þegar báðir flokkarnir hafa tekið upp Nixon var New Dealari þó hann hefði verið republikani og samanskapi Clinton var nýfrjálshyggjumæður þó hann hefði verið demokrati þegar að demokratar eru komin hann gerði meiri skaða heldur en Reagan með afregluvæðingu Wall Street sem hann kallaði nútímavæðingu hann var svo mikill frjálshyggjumæður ef að demokratar þurfa að finna ekki bara nýja frambjóðendur heldur líka nýja strategi til að vinna þar að segja að vera ekki eins og Starmer í Bretlandi í dag að vera bara meira establishmentið en Trump hefur orðið establishmenti í þeim skilningi að ná Silicon Valley, ná tækni auðvörunum og öllum þessum til sín og ef þið fara að gera það, þið fara að undirbjóða Trump í því hvert leiði það þá demókrataflokki Já, en við sjáum alltaf á svona þessu 8 ára fresti eða þú veist í öllum kosningum þá verður alltaf einhver svona pendulum breyting Það að segja að það var minni breyting með frá Bush eldri og Reagan yfir í Clinton að mörguleyti en síðan vegna svona
vandamála Clinton með buxnaklaufina að þá og ýmis önnur vandamál í kringum svona það var komið svona einhver svona þú veist ára á demókratana að þeir væru of góði með sig að þá þá var pendulumsveiflun sko í Bush meira að þá hann átti að vera compassionate conservative munið eftir því hann kallaði það og það talaði fjölskyldugildin og svo framvegis engin skilin eftir og svo framvegis og það var svona það var ákveðið svona að vera verið íta á móti að mörguleiti sko ákveðinu frálsíkjusjónarmiðum þar síðan kemur Obama algjör breyting á því að hvernig hlutirnir átt að vera og þar var Obama ætlaði að breyta stjórnmálunum. Hann ætlaði að breyta Washington og hann ætlaði að gera allar þessar breytingar. Hans framboð var á því að sko gera mikla breytingar. Bush, og síðan Trump aftur algjör pendulumsveifla fyrir gagnvart sko stjórnartíð Obama þannig að þess vegna held ég að við munum sjá einhvern sko sem að talar meira sko ég held að verði ekki sko svona hefðbundin vinstrimaður hefðbundin demokrati ala þú veist Clinton og Gore og 10. áratugurinn heldur verði meira að tala eins og kannski Mandami eða AOC og svo framvegis en það sem verður áhugavert að sjá hvernig það ætla að takla sko útlendingamál eða immigration þannig að munuðu elta Trump og republikana þar í að vera þú veist sína hörku. Eins og flokkar í Evrópu hafa gert og hefur ekki reynst þeim vel. Það er þetta að horfa á sósíaldemókrataflokkana sem hafa tekið upp útlendingastefnu nýja hægrisis að þessi flokkar ekki að stækka. Það er alltaf verið að vísa í Mette Frederiksen en hún hefur eiginlega búin að halda flokknum í lægsta fylgi sínu í sögunni. Þannig hún hefur aldrei unnið neitt, hún hefur haldið völdum en hún hefur ekki aukið fylgi. Þannig að það er eitt. En þegar að tala vinstri sinnað framboð á bandaríska mælikvarða hefði Sanders getað lagt Trump í fastakostingum? Voru það mistök hjá demókratum að halda aftur á honum og senda Biden eða Hillary? 2016? Ég held að Sanders hefði mögulega getað unnið. Það er ekkert víst. 2016, já. Það er svo margar breytur sem að sko sem að þú ætti að skoða. Hann er ekki of róttækur fyrir Bandaríkin, hann getur unnið. Nei, sko, hann talaði inn í hópinn sem að sko var, sem breytti kosningunni fyrir Trump. Hann talaði inn í riðbeltið, Óánægju milli þjóðarinnar. Já, og það sem að sko fór einna verst við með Hillary var þessi spillingarásökun sem í raun og veru og sko hrópið lock her up byrjaði sko hjá Sanders stuðningsmönnum sko. Þannig að sko ég held að sko það hefði verið erfiðara fyrir Trump að vinna þennan nauma sigur sem hann vann gegn Sanders að mörguleiti en þær hefði bara farið aðra leið þá. Við getum ekki tekið sko kosningabaráttu Donald Trump og sagt Ég er að spyrja hvort að Sanders og félagar séu of róttækir til þess að ná að sigra forsetakosningar í Bandaríkjunum. Sko, náttúrulega það var ekki til að vera í frambjóðandinn Hillary Clinton. Þannig að hann hefði alltaf verið upgrade á það sko. Og það sem eitt af því sem byltingakennda sem Sanders hefur gert þannig að hann hefur mainstream og orðið sósíalismi í bandarískri umræðu sem var einfaldlega ekki til staðar. Og það er ákveðið afrek í sjálfu sér og hefur en þú veist Það er eiginlega verra að vera kallað frjálslyndur heldur en sósíalisti núna sko í Bandaríkjunum. Það er rétt. En þú veist, þú veist, innan við helmingu Bandaríkjamanna kjósa, það er svo lítil kosningaþátttaka að það er náttúrulega hægt að breyta allri niðurstöðu með einhvers konar öflugri kosningabaráttu sem virkjar nýja þáttakandur frekar en að flippa öðrum sko. Auðvitað hefði verið hægt. En svo horfum við til 2020, forvalsins þegar Biden að þá, þú veist, ég meina establishmenti í demókrataflokknum var gegn Sanders og beitti sér á ólögum og hann átti gegn honum og allt það, en hann náði samt ekki að mobilisera einhvers konar grassrót í forvalunum sem var ákveðið Nei, mómentið með honum var samt farið sko. 2016 var náttúrulega áður sko og hver veit, það náttúrulega við getum ekki vita það. En það náttúrulega það bara svo fáið, það er alltaf þessi kosningamöguleiki að virkja
10% viðbót og þá En svo tölum við núna svona blæ í kosningabaráttu og það eins og Obama, hann boðaði breytingar og yes we can og ég veit ekki hvað. Vonina líka. Já, en Cornel West sem að mátti segja þetta hann sagði að Obama snýr okkur kjósendum í kosningabaráttunni og seldi okkur von. En þegar hann var búinn að ná kjöri þá snýra sér að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og þjónaði því. Þannig alveg sama þótt að þessi frambjótur sé að selja von og fleira, þá bara pólitíkin í Bandaríkjunum og valdakerfi í Bandaríkjunum þannig að forsetinn hann alltaf þjóna ráðandi stéttum. Þannig að til þess að ná einhverjum breytingum fyrir alþýðu manna í samfélagi þá þarf þetta að hafa öfluga verkalýðshreyfingu og þetta hafa einhverja fótfestu almennings í stjórnmálakerfinu sem að sáralegu leyti í Bandaríkjunum. En þú nærði ekki þessari breytingu á 4 árum með einum forseta og ég held að ég ekki eins og vissum að það sé æskilegt. Við tölum núna hvernig Trump að beita sér til þess að koma sínum sjónarmiðum og sinni stefnu á framfæri og gerir það örugglega með þeim hætti að menn munu setja alvarlega spurningamerki við það hversu lögmætar sumar af ákvörðunum hans og aðgerðum hafa verið. Ég held að þetta pínu varnaraðan fyrir kerfið og ekki endilega Wall Street en bara svona fyrir við viljum að lýðræðið og við viljum að þjóðfélagsbreytingar séu seigfljótandi vegna þess að í byltingum brotna ekki bara egg heldur líka líf þannig að við erum í byltingu núna. Og það það er það sem ég held ég meina, en viljum við snúa blaðinu við og segja nú þurfum við byltingu frá vinstri armi demokrataflokksins til þess að jafna út eða betra að við förum aftur inn í svona seigfljótandi kerfi þar sem að Wall Street græðir en Wall Street mun alltaf græða nema þú brennir Wall Street en það kostar helvíti mikið. Það stjórnvöld eru samt kosin til þess að búa til ramma í samfélaginu sem ræður því að miklu leyti hversu stór hluti af framleiðslu landsins rennur sem hagnaður inn í Wall Street. Og því ég meina í Bandaríkjunum stjórnmálum bara endalaust deila milli Wall Street og Main Street og þetta bara raunveruleg pólitísk deila í Bandaríkjunum. En svo náttúrulega líka skiptir stjórnmál gerast augljóslega ekki í einangrun. Þau eiga sér félagslega skírskotun á hverjum tíma og nú eru náttúrulega eins og þú varst rauninni að segja með niðurbroti verkalýðshreyfingar undanfarin 40 ár og þetta er ekki bara þar heldur líka víðar fjölmiðlar og hefðbundina stjórnmálaflokka og allt þetta sem við þekkjum að það náttúrulega er mjög lítið félagslegt mótvægi við komum að segja þessar stóru auðjöfra sem og náttúrulega ójöfnir í Bandaríkjunum eru ólýsanlegur fjárvaldi sem þetta fólk hefur yfir að ráða er náttúrulega ólýsanlegt og þetta fólk styður allt Trump. Það er inn í Trump-bandalaginu eða langt flestir og þess vegna er náttúrulega stóra spurningin núna er náttúrulega ekki síst ekki bara Trump einn getur ekki framkvæmt þessa byltingu hann einn og sér. Hann er augljóslega ekki lýðræðislega sinnaður maður. Við vitum alveg að hún langar til þess að breyta Bandaríkjunum í eitthvað allt annað. Hvort hún tekst það veldur náttúrulega á fólkinu sem er með honum. Og fólki sem er með honum er annars vegar kapitalistanir og hins vegar sem að gefa ekki mikið fyrir lýðræðið. Já, svo verðist ekki vera. Þeir allavega hafa önnur forgangsatriði. Sumir þeirra, náttúrulega ekki allir Elon Musk, en þeir eru ansi margir sem eru komnir ekki í langt tíð. Það eru margir að kissa hringinn, það er líka þannig. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega er hinangin, og það náttúrulega er þessi íhaldssama makarhreyfing, sem og hvað mun hún sætta sig við, ég meina, íhaldsmenn hafa byggt sína öflugu lagarhreyfingu og félagshreyfingu frá 1970 á frelsissjónarmiðum um borðið málfrelsi og annað slíkt og bókstafstúlkun stjórnarskrárinnar og auðvitað er hluti af því strategíst en mjög margir sem trúa á það og hversu auðveldlega getur sú hreyfing flippað frá því yfir í að styðja Trump í þessu og munið þau gera það. Það er náttúrulega önnur spurning, og já, hvernig fólki sem, og svo vitum við það náttúrulega það er fólki kringu Trump í nánasta hring sem er beinlínis og það er eitt af þessi greini held í Trump frá öðrum fórsetum sem hafa komum að segja beiglað og komist nálægt í að brjóta svona þetta kerfi þar meðal McCarthy tímanum og Bush tímanum er að fólki kringum Trump það beinlínis er að móti lýðræðiskerfi það þolir ekki þingið það bara vill ekki hafa þing
það vill bara hafa einhvers konar einráð, þú veist, bókstaflega. Hann náttúrulega stýrir þannig sem náttúrulega eitt hlutið af þessu. Hann bara stýrir með tilskipun. En það með sín annars konar, annars konar heim sem byggir ekki á, sko, þessari svona, komur að segja, borgaralegu trú í tengslu við þessi grundvallar skjöl Bandaríkjanna þegar 250 ára bylting, afmæli amerísku byltingar næsta ári. Hvenær vísar Trump í amerísku byltinguna eða í stjórnarskrána eða sjálfstæðisyfirlýsinguna? Aldrei. Hann ekki inni í þessari borgaralegu hefð og deilir ekki þeirri svona sín á og aftur fólk hafði ólíka sínar á bara vildi ekki hafa áhrif fólksins alltaf í kerfinu og eitthvað svona og fólk var mjög lýðræðislegt og eitthvað svona en það deildi samt eitthvað svona borgaralegri sín þessi svona leiðtogar beggja flokka held ég hingað til. En Trump náttúrulega komið dálítið vel út fyrir það. Hann ekki þar. Já, þess vegna sko, þetta svo áhugavert sko að horfa á sko hvernig svona samtök eins og Federalist Society og Heritage Foundation að takast á við sko vegna þess að það hafi verið samtök sem hafi sko verið mjög svona holl og trú stjórnarskránni og viðaukumennar að hvernig þau takast á við sko þessa orðræðu og svona þessa hreyfingu. Við sjáum það samt sem að líka sko það sko svona menn taka þess að móti þegar að Kimmel var rekinn að þá sko steig Ted Cruz fram af öllum mönnum. Við sjáum líka sko að Marjorie Taylor Greene sem að sko var náttúrulega kosin þegar hann var kosin sko þá var hann trúður en núna bara áhrifamannska í bandarísku þjóðfélagi sem náttúrulega sko ótrúlegt sko en hún sko hlýðir ekki Trump. Hún sko talar ennþá Epstein-skjölin og svo framvegis sko þannig að það líka sko það líka brestir í magarhefingunni og þessari Epstein-skjölin og líka kannski Ísrael af því það hefur komið fram gagnrýni innan úr maka á stefnu Trump. Ég sé ekki betur en að hann bara sé að vinna þetta allt saman. Þetta einhverjir svona sem að segja eitthvað og það lítur út eins og sé svona deila í þessu en ég sé ekki hann taka neitt tillit til þess og mér finnst að þeir sem að andmælunum eru svona hægt og bítandi að fljóta frá því að vera svona áhrifamenn yfir því að vera einhverju jaðarmenn. Já, það rétt að mörgu leyti, ég meina, en sko, ég held að Ted Cruz heldur samt sem á sætinu sínu næstu 4 árin, Rand Paul heldur áfram að vera senator fyrir Kentucky, honum ekki ógnað, þó að Trump sé með ykkur læti. Og Tucker Carlson heldur út í sínu programmi. Já, fjármagna Rússlandi stundum, en ok. En sko, eða virðist vera. Það eru þarna, sko, stóra spurningin er bara hvað gerist hvað gerist í nóvember 26 og hvað gerist í nóvember 28. En það segja strákar, það veit það enginn. Nei, ég veit það. Sönn saga. Þannig að við ætlum ekki að reyna að gíska á það, en takk fyrir að koma hingað og spjalla þetta sem við náttúrulega ræðum mikið og ég held að fólk mjög víða að velta fyrir sig hverju þróun Bandaríkjanna. Mín er á ég vera á fyrri vaktinni og seinni vaktinni næstu helgi eða? Það krísa verið þá. Sveinn og Friðjón, kæra þakkir, en við ætlum að hafa örstuð hlið núna og við svo komum við bræður hérna og ljúkum þættinum.
aftur, þá eru gestir okkar farnir og við sitjum með eftir ég og Sigurjón. Það voru líflegar umræður. Líflegar umræður? Já, mjög, bara þetta er virkilega fínar umræður okkur í dag. Já. Þetta hlýtur til þess ágætis þáttur, ég held það. Já. Herðu, við ræddum kannski ekki mikið svona flokkapólitíkin á Alþingi? Nei, þó var svona bara, Guðlaugur Þór Þórðarson og Sólveig Anna. Ja, þau voru samstíga í mörgum málum. Já. Í gagnrýni á Reykjavíkurborg. Sólveig Anna er eins og ekki stuðningskona meirihlutans í Reykjavíkurborg og var eiginlega að tala eins og að vera óhjákvæmilegt að hér yrði hægri meirihluti og var að vonast til þess að hann myndi breyta stefnu í ýmsum málum. Já. En Guðlaugur hefur nú verið marg orðaði við að verða borgarstjóri eða... Þú spurðir hann? Já, ég segi það, en hann Hverju svaraði hann? Hann svaraði engu, en svo svona... Það er til svona ýmsar útgáfur frá jái til... Nei, það er til ýmsar útgáfur frá jái yfir í nei. Já. Og svona frá neginu þá er eitt sem heitir njá sem er svona kannski 70% nei og 30% já. Hann var nær jáinu heldur það. Það var svona já eitthvað. Nei, hann sagði ekkert að ég hef ekki hugsað þetta og ætla mér ekkert, ég ætla bara að halda áfram. Venjulegt fólk getur gert það sko. Ef ég spyr þig, ætla þú að fara fram og bjóða þig fram sem borgarstjóraefni, Sigurjón? Nei. Þá segirðu bara nei. Alls en hann getur ekki sagt nei. Nei. Því að það er möguleiki á því. Já, kannski eru þeir líka hugsað að það bara flokkurinn þurfi að taka einn úr svona þungavíktamann úr þingliðinu og hann er alltaf fyrir borgarfulltrúi. Já, hefur lagt mikla áherslu á borgarmál. Já. Er með mjög sterkt bakland í Grafarvoginum. Ég held að sjálfstæðisfélagið í Grafarvogi er nú svona það er mjög traust bakland fyrir hann. Já. Og það er stærsta hverfið, er ekki 24.000 manns sem að búa í Grafarvogi eða eitthvað. Það er gríðarlegur fjöldi. Það er Breiðholtinu náttúrulega 3. Já. Og það er engin svona með slíka stöðu í Breiðholtinu. Ef ég myndi nefna stjórnmálamenn og þú mætti nefna hverfið, þá myndir þú segja Guðlaugur Þór og Grafarvogur. En ég segi Breiðholti, það ég held að fólk ætti vandræði með að tengja þetta. Já, þú sagði Fjölmennasta, þá var ég og þetta Breiðholti sé ekki Fjölmenna, sérstaklega tökum allt saman. Já, það er svo ólík sko, því að Efra-Breiðholti og með þess að Efra-Breiðholti er eiginlega tvískipt. En við höfum stundum rætt að til dæmis eins og Mogginn, hann virðist vera að ýta undir Hildi sem leiðtoga í borginni. Og maður sér það bara á svona myndbirtingum og svona þegar eru einhverja jákvæða breytingar og taka mikið upp svona hennar gagnrýni og ég heyri það líka í svona hægra podcastinu sem er einhverju leyti tekur tónin út af ritstjórnarskrifstofu Morgunblaðsins eins og þjóðmál og svona eru mjög hampahildi. Ástæðan er náttúrulega Guðlaugur Þór sko. Þetta eru andstæðingar hans í pólitík sem að vilja ekki að hann fari sem leiðtogi. Og þannig ég held að maður er að skoða þessar fréttir Morgunblaðsins af borgarmálunum og hvað þeir eru ánæðir með Hildi út frá því að hvað þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þetta er sem sagt B-liðin á blöðunni. Áslaug Arna og það fólk. Þessi flokkur, sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega mjög klofinn sko. Og það eru þarna það er einhver svona stemming sko, sem menn una hinum ekki neins sko. Eins og til dæmis þeir sem töpuðu formannskjörinn í sjálfstæðisflokknum hafa getið unað Guðrúnu að vera formaður. Sem er svona mér finnst með Guðrún Hafsteinsdóttur, mér fannst hún komast best frá sínu þegar hún var hérna hjá okkur. Já, mér finnst hún var mjög ákveðin. Já, það mátti lesa svona pólitík í þessu þannig. Sem að hún er bara að tala svona málefni en ekki, þú veist það sem að stundum með að tala pólitík svo þá er það bara allt sem að segja er bara gagnrýni á andstæðingin og maður veit ekki eins og hvort þú segja að meina þetta sko. Nei, þetta var bara pólitískt samtal og hún kom bara skemmtilega á vart. En sjálfstæðisflokkurinn hefur stundum reynt þetta að við reyndum í fyrra síðustu kosningum og það gekk ekkert, þannig að við skiptum út leiðtoga og sækjum einhvern sem hefur náð eitthvað starf árangri og þannig var Eyþór Arnalds sóttur til Selfoss, Halldór til Ísafjarðar
Björn Bjarnason í menntamálaráðuneyti, manstu því? Já. Þannig þeir hafa gert þetta svolítið, að sækja Já, sko, hann fór í frambúð, sko. Enginn af þessum náði góðri kostu, enginn, sko. Og Björn Bjarnason hafði ekki getað lesið pólitíkina betur en þetta, með alla þessa reynslu. Já, en svo það líka þannig að sá sem að reynir við borgina og tekst ekki, hann fær ekki að reyna aftur. Og það væri þá mjög sérstakt ef að Hildur færi núna. Það væri í fyrsta skipti, held ég. Já. Til dæmis þegar Birgir Íslefur misti borgina, þá var það Davíð Oddsson sem að leiti næst. Það er ekki þannig að... Og Birgir var á besta aldri og sömu leiti vel liðinn inn í flokknum og svona. Ráðherra skammastund og svo seðlabankastjóri. Já, en þannig að það er þannig að þú er búin að reyna að ná borginni, náður ekki, þannig að við þá bara kemur næsti. Þannig að það væri svolítið sérstakt ef að Hildur kemur aftur. Þannig að þá áttu annars vegar með gallan við hana, að hún reyndi en tókst ekki, og svo er Guðlaugur Þór svona svolítið að sækja gamla kallinn eitthvað annað til þess að lappa upp á borgarstjórnarflokkinn. Þannig að kannski er eitthvað þriðji valkostur þarna. Hann er sko, Guðlaugur Þór, hann talar svolítið svona við stjætt með stjætt og svona. Gamli góði sjálfstæðisflokkurinn. Já, hann er að reyna að draga, félagslega hann er að draga fram svona eldri slagorð og loforð. Hann nefndi að hann var í félagslega sinnar og hefði byggt upp félagslegu kerfin í borginni. Þannig hann var náttúrulega einhverju leiti að stíga einhver dans við Sólveigu Önnu sem var að stíga dans á móti svona að sjálfstæðisflokkurinn geti komið með betri húsnæðisstefnu sem að þá var mér þá gæti ég ekki sittið á mér og benti á að svo húsnæðisstefna sem að hér var náttúrulega smíðuð af sjálfstæðisflokknum eftir hrunsárunum, sko. Og þetta tal að þetta sé allt saman lóðúthlutun í Reykjavík að kenna, ég bara ótrúið hvað þetta getur farið langt, sko. Því að þú horfir á, þú veist, ef það væri svo, þá væri sko Kópavogur helmingi stærri líklega. Hann á ekki land. Kópavogur á svo lítið byggingaland. Garðabær er nú mikil sjálfstæðis bæli, þeir geta byggt upp allt Álftanesið og þannig að það er nú til að landi á Íslandi, sko. Það er ekki bara landið, er ekki bara síðasti byggði óbyggði bletturinn er ekki Geldinganes, það er ekki þannig. Nei, en bara Mós og Hellingalandi og Hafnarfjörður getur byggt allar litið Krísuvíkur eða vilja. Þeir eru allt kominir með það. Nei, þeir eru ekki komin langt með það. Nei, þetta er komið samt bara ótrúlega, þeir eru alveg konir í eitthvað háspennu virkið. En með að þetta talið og horfið bara á íbúa þróun á síðustu áru, þá var ekki þannig að Reykjavík hafi bara sittið eftir en hinn í þannig stund, það bara er ekki þannig, sko. Þannig það er vel ekkert hæft í þessu, þetta er svona svipað og margt tal sem er hérna. Það er eiginlega ekkert í svona tölulegum upplýsingur sem að styður þetta. Ef þetta væri rétt, að þá hefði sko íbúafjölgun verið sko gríðarlega í Hafnarfirði sem það er ekki, Kópavogi, Garðabæ sem er ekki. Sko, það er mikil uppbygging á Álftanesi. Mikil? Hvar? Já, með allan að miða hverfi sjálf. Nei, það er smá þarna í hverfinu sem er að núti og svo er einbýlishúsin þarna sem eru Davíð og félagar búa í að færa sig aðeins. Ég myndi ekki segja að þetta verið mikil uppbygging á Álftanesi. Álftanes er líklega stæðsta svona óbyggða svæði, sko. Og ef það væri að byggja þar upp með svona brúm yfir í Kópá og síðan yfir í miðbæinn, þá myndi svo gerbreytast höfuðborgarsvæðið í staðinn fyrir að vera að byggja alltaf upp fyrir snjólínu upp í efribyggðum. En það er sko bara beint inn á Suðurgötuna í Reykjavík. Já. Frá Álftanesi til Suðurgötuna með horfir á Keili og heldur bara áfram og þá kemur við á Álftanesi og svo getur við fættið Keflavíkurvöld. Stefán Jón hafi verið með þá hugmynd að gera sko jarðgöng frá Suðurgötunni og undir álverið og koma upp þar, sko. Þannig til að sleppa við þessar ömurlegu þrengingar sem eru í Hafnarfirði við Kaplakrikana, að þar eru alltaf sko 100 bílar, sko. Það er nú út allt. Guðlaugur Þór var að tala að göng undir Miklubrautina. Ég nefndi þarna sem að margir arkitektar og skipulagsfræðingar hafa verið að benda á þetta. Þetta er eiginlega framkvæmd sem er óframkvæmanleg. Þannig að þú þyrftir að loka Miklubrautinu á meðan. Og hvað ætlar að gera við bílana, sko? Þannig að
Þess vegna finnst mér eitt sem að mætti vera hérna í umræðinni borgarmál, mætti vera svona búa til göng, því að það alltaf að verða ódýrara. Þannig að sömuleyti til þessi svona borgarlínu og eitthvað fleira. Það finnst mér alltaf að menn farið svona aðeins að velta því fyrir sig. Þú veist, getum við ekki gert eitthvað að þessu, því það bara ekki þessi röskun á yfirborðinu og meðan þú ert að leggja þetta. Svo Sundabrautin, hún muni hérna, hvað ætlar að gera við umferðina? Það eru gríðarlega framkvæmdir þar sem það tengja hérna Sundabrautina við, hérna, hvað heitir þetta, Sæbrautina? Heitir hún Sæbrautina allan leiðina? Já, ég held að. Það eru gríðarlega framkvæmdir. Já. Þannig erum við komnir í kannski sem okkar mesti veikleiki sem svona verkfræði og hérna. Já, við hefum ekki lagt það mikið fyrir okkur, sko. Nei. Herðu, en þetta verður spennandi að sjá, hérna, þessi átök í Sjálfstæðisflokknum og hvernig þau birtast í umræðinu hvernig veri. Ég nefndi áðan kannski þriðji kosturinn, af því að stundu gerist það í einhverju svona ástandi. Að segja, það eru 2 fylkingar sem eru að glíma, getum við fundið einhvern annan valkost. Og líka eins og ég var að benda á að þá hafa bæði svona ákveðna ágalla. Hann svona gamall sóttur inn á annan vettvang eitthvað og hún búin að tapa einu sinni. En þá þarf þetta að vera með flokk sem pláss fyrir þriðja. Ef flokkadrættinir eru svo miklir að hérna, þú eiginlega bara leið og byrjar að starfa inn í Sjálfstæðisflokknum að þá þú dregin inn í einhverja fylkingu, að þá ekki dræktarsvæði fyrir annan valkost. Og kannski Sjálfstæðisflokkur bara þannig. Mér finnst hérna hvernig sjálfstæðismenn tala hvorum annan og svona, mér finnst það benda til þess að það séu gríðarlega átök innandyra. Öfugt Framsókn sem í miklu vanda, en maður heyrir ekki mikið svona framsóknarmenn, það engin reiður framsóknarmaður. Ekki? Nei, sem að gagnrýna svona opinberlega. Nei, ekki opinberlega, nei. En við erum með svona hálfkillis vilyrði fyrir því að Sigurður Ingi Jóhannsson verið hérna öllu viku. Það verður gaman að fá hann. Já. Það verður einu málnu. Við ætlum að dunda okkur við þetta svona í haust og fram eftir vetri að fá forminina í spjall. Við getum ekki tekið alla 6 í einu, það svona mikil áhrif á þáttinn. En tökum það svona annars slagið. En það verður gaman að heyra í Sigurði Inga. Já, mjög. Og vonandi fá hann í svona gott pólitískt spjall eins og margir hafa sagt að samtalið við Guðrúnu hafi verið. Já, en við höfum ekki, við getum ekki bara spurt hann eitthvað hann alltaf hætta sem formaður, við munum alltaf gera það, en við höfum talað við hann pólitík, hann reynslu mikill maður. Já, bara erindi Sjálfstæðisflokksins inn í stjórnmálinn, fyrir hvað stendur flokkurinn og það svona... Hann hefur náttúrulega breyst flokkurinn svolítið mikið. Undir Sigurði. Já, en þetta var náttúrulega bara bændaflokkur á... Og undir Sigmundi. Já. Sigmundur hafði mikil áhrif á Framsóknarflokkinn. Og svo áður en að Sigmundi kemur þá var náttúrulega ótrúlega vandræða tímabil, svona síðustu ár Halldórs Ásgrímssonar og það sem eftir fylgdi. Voru ekki góðu tími fyrir þessu. Nei, það voru Jón Sigurðsson, Guðn Ágústsson og Valgerður Sverrisdóttir sem eru öll formenn í einhvern skamma tíma, sko. Já, og líka bara eins og hópurinn vissi ekkert hvað hann ætlaði sér, sko. Nei, þetta var svona. Og þá kemur sterki maðurinn sem var Sigmundur Davíð, sem svona leggur línur og mótar flokkinn svolítið í sinni mynd. Já. Og svo verður ágreiningu þar á milli og hann fer út úr flokknum. Og þá það eiginlega spurningin, sko, hver er Framsóknarflokkur Sigurður Inga? Hann náttúrulega vann kosningasigra, ekki bara best að kjósa Framsókn, sem stórkostlegur sigur fyrir hann. Og líka fylgt á eftir í borginni. Og reyndar víðar, sem náðu mjög góður kosningu. Glæsilegt, sko. En það var eitthvað svona sem að maður því erfiðleikum með að segja, býtu, er þetta pólitíkbeint eða er þetta svona auglýsingastofu vinna sem að, ég meina, ef að þau eru alltaf að rífast og svona, er ekki bara best að kjósa þennan sem að Það situr hjá. Já. Einhverju leyti var það erindið, sko. Þannig það er spennandi að vita svona hvernig Sigurður Ingi útskýrir Framsóknarflokkinn og erindi hans inn í, sko, nútímastjórnmálin. Hann var svolítið afgerandi í síðustu kosningum þegar hann kom með einræðuna sína inn í kosningasjónvarpinu útlendingamál. Þar sem hann var að andmæla náttúrulega sínum gamla fjandvinn, Sigmundi Davíð, en þá höfðu fleiri og hann benti á að það var sko Inga Sæland var að taka undir þetta, Bjarni Benediktsson var að taka undir þetta og nú var Kristóf Frostadóttir byrjað að taka undir þetta og hann hélt svona ræðu þar sem hann hafnaði útlendingamálunum. Hann uppskar ekki mikið, en ég held að þessi ræða hafi orðið svo valdandi að það var ekki kosið útlendingamál.
Þau spiluðu enga rullu í sko síðustu metrum kosningabaráttunar. Sem að var til dæmis uppleggið hjá Bjarna, hjá Sigmundi og sömuleyti Kristrúnu, sem að spiluðu svolítið inn að það. Ekki Inga, hún var alltaf með þetta svona bakvið en hún fór inn í kosningabaráttuna á svona grundvallaratriðum eins og við höfum verið að tala um hér að ég verið grundvallaratriði til dæmis demokrata í New York sem fæði klæði húsnæði. Þetta svona, Ameríku myndi þetta heita sko affordable living, það var þetta bara að lifa af. Það eru kröfunar. Þannig að hún fór með það frekar heldur en svona útlendingamál sem hún getur stundum rokið upp í og talað svolítið hastarlega um. En þarna hafði Sigurður Ingi mikil áhrif á kosningabarátuna. En hann uppskar bara ekkert af því. Sko. Fólki fyrst og svo allt hitt. Var ekki miðflokkur? Nei, flokkur fólksins með það. Já. En við erum búin að klára þennan þátt. Já. Og við þökkum Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa viljum bara þakka ykkur fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Ég ætla að minna á að eftir þennan þátt ætlum við að sýna upptöku af fundi sem var haldinn í Bólholtinu um húsnæðismál. Þar mun Styrmir Hallsson sem nemi og Kristín Heba Gísladóttir sem forstöðukona Vörðu sem rannsóknarsetur ASÍ og BSRB og Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður Leigjendasamtakanna tala húsnæðismál og svo verður umræða í sal á eftir. Við ætlum að senda þennan fund út bara strax og þessi þáttur búinn og svo seinna í dag verður briddsþáttur hér á samstöðinni. Mikið að gera í samstöðinni. Minni á eins og ég gerir stundum að þið hefði byggt upp samstöðinu dreifikerfið bara með þessi vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáið hérna, þá finnur fólk okkur og þar með verður dreifikerfið okkar til og svo vil ég líka minna það að allt sem þið sjáið hér og heyrir í búði áskrifenda, það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa komist að því að samstöðin mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi og til þess að halda upp í lýðræðslegu samfélagi þá verður að halda upp í öflugri umræðu og fjölmiðlun og það fólk hefur kosið að styrkja samstöðuna með að gerast áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp ef þú ert sama sinnis, þá ferðu inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástæður áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem grunnáskriftin sem mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Framundan fundur húsnæðismál. Við verðum aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verða sagðar fréttir á samstöðunni en njótið þess sem eftir af helginni.